Ég ennþá að læra þessa bjöllu en við setjum borgarstjórn þriðjudaginn 1. nóvember 2016 og til umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017. Þetta sem sagt fyrri umræða og samkvæmt hefð þá fer fram umræða fyrsta og annan lið sem 5 ára áætlun samhliða og ræðutími borgarfulltrúa og borgarstjóra ótakmarkaður og fyrstu tekur til máls Dagur Bergþórsson Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Reykjavík borg í örum vexti. Það eru metár framundan í byggingu íbúða, atvinnustig hefur sjaldan verið jafn hátt og atvinnulífið sækir fram á sviði ferðaþjónustu, þekkingariðnaðar og skapandi greina. Við vitum að undanfarin ár hafa einkennst af umtalsverðum launahækkunum hjá sveitarfélögum en tekjur hafa hækkað hægar. Fjármál borgarinnar hafa þess vegna verið í járnum. Með sameiginlegu átaki, aðhaldi og hagræðingu samhliða ákveðnum tekjuvexti hefur nú tekist að leggja fram fjárhagsáætlun með afgangi án þess að hækka skatta. Það svigrúm sem hefur orðið til vegna rekstrabatans hefur verið nýtt til að hefja nýja sókn í skólamálum, fjölga búsetuúrræðum og til að bæta velferðarþjónustu í takt við auknar þjónustukröfur. Þannig forgangsraðið í þágu grunnþjónustu bæði með launahækkunum til starfsfólksins sem sinnir þjónustunni og auknu rekstrarfé til hennar. En það líka afgangur. Við vorum minnt á það í gær hvað þessar ytri forsendur sem við erum að fjalla og grundvöllum fjárhagsáætlunina og 5 ára áætlunina á geta verið brothættar. Hvað að tala? Jú, ég að tala úrskurð kjararáðs laun æðstu stjórnenda í samfélaginu, alþingismanna, ráðherra og forseta Íslands. Það hefur maður gengið undir mannshönd í samtölum verkalýðshreyfingar, ríkisins og sveitarfélaga að reyna að koma upp nýju samningamódel eins og það kallað. Ekki allir hrifnir af því, það heitir SALEG og hugsunin þar að reyna að tryggja sem mest af þeim launahækkunum sem að samið hafi leiði ekki af sér hefðbundið íslenskt verðbólguskot heldur kaupmáttarauka. Það hefur verið nokkuð breið en ekki alveg órofa samstaða það að til þess að þetta gerist að þá sé mikilvægt að einhver einn hópur taki sig ekki alveg úr og skilji aðra eftir þannig að það hefjist ekki líka því miður hefðbundið höfrungahlaup á vinnumarkaði. Úrskurður kjararáðs gríðarleg ógn og ögrun við þessa hugsun. Vegna þess að kannski þar sem síst skyldi verið að taka einn hóp úr og hækka hann úr öllu hlutfalli við annan. Ég minni á að það komu svipuð og mjög sterk viðbrögð við því þegar að ljóst þótti fyrir 2-3 árum eða svo að forstjórar og stjórnendur fyrirtækja höfðu hækkað laun langt umfram þá sem hjá fyrirtækjunum unnu. Og út úr mörgum samtölum fæddist þessi nýja sýn á nýtt landslag á vinnumarkaði. Ég held því miður að ef að Alþingi, nýtt Alþingi og ný ríkisstjórn grípi ekki með afgerandi hætti inn í og breyti úrskurði kjararáðs, að þá sé friði á vinnumarkaði ógnað eða hann bara úr sögunni. Þess vegna hef ég sent öllum nýjum þingmönnum á Alþingi Íslendinga bréf í dag þar sem ég skora á þá
að grípa inn í, að beita sér. Ég held að þetta verði fyrsta prófið sem að ný ríkisstjórn og nýtt Alþingi stendur frammi fyrir. Nóg það að sinni, en ég vildi nefna þetta hér í upphafi vegna þess að þegar við erum að horfa á næsta ár, ég tala ekki næstu 5 ár, forsendur verðlagsþróun, launaþróun og ýmsar aðrar ytri aðstæður, þá kannski fátt sem skiptir meira máli heldur en þróunin á vinnumarkaðnum. Launaþróunin og svo framvegis. En, virðulegi forseti og ágætu borgarfulltrúar, stóru tíðindin í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og stóru tíðindin í sölum borgarstjórnar í dag svo að meginniðurstaða fjárhagsáætlunar borgarinnar fyrir árið 2017 viðsnúningur í rekstri. Þröngri stöðu hefur verið snúið í afgang án þess að hækka skatta. Hvernig? Með skipulegum vinnubrögðum og framlagi starfsfólks og stjórnenda hefur náðst utan þróun rekstrakostnaðar, útgjaldanna, eins og við höfum séð í mánaðarlegum uppgjörum í borgarráði á seinni hluta þessa árs. Og fyrir það eigum við að þakka og hrósa þessu starfsfólki og þessum stjórnendum. Þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Allir hafa lagt sitt af mörkum og þessi þróun mikið fagnaðarefni. Þó rétt sé líka árétta það að mikilvægt að halda áfram á sömu braut. En við skulum líka árétta og minna á, þó við höfum náð þessum áfanga, að til að ná sjálfbærum rekstri til lengri tíma mikilvægt að leiðrétta það sem hallar á sveitarfélög í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga og tryggja að sveitarfélögin fái beinar tekjur af auknum fjölda ferðamanna. En það líka allt í lagi og í raun bara mikilvægt að við minnum á að þessum árangri höfum við náð með óbreyttum skatthlutföllum og álagningarhlutfalli fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði sem eitt af lægsta í landinu og var að lækka á síðasta kjörtímabili. Viðsnúningurinn varð ekki 1. nóvember, daginn í dag, heldur á þessu ári í gegnum hagræðingarverkefnið og auknar tekjur. Í raun má segja að hann hafi orðið opinber í 6 mánaða uppgjörinu sem kynnt var í september og meirihluti Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata kynnti einmitt þá í kjölfarið aðgerðir til að bæta fjárhagslegu stöðu leikskóla og grunnskóla og eyða þeirri óvissu sem verið hafði fjármál þeirra. Fjárhagsáætlun næsta árs ber þessara aðgerða skýr merki, hvað varðar sérkennslu, hvað varðar langtímaveikindi, hvað varðar þætti sem lúta faglegri stjórnun og styrkingu þeirra, hvað varðar undirbúningstíma í leikskólanum og líka auki svigrúm í matnum sem náð með því að hækka það gjald sem greitt fyrir mataráskrift. Markmið borgarinnar að skólastarfi í Reykjavík verði áfram leiðandi á landsvísu og þó víða væri leitað og ég vil undirstrika að það fleira sem horfi til framtíðar í fjármálum skólana en það sem þegar hefur verið nefnt. Á næstu mánuðum verður enn fremur unnið að frekari greiningu á fjármálum skólana og starfsemi skóla- og frístundasviðs. Markmið þeirra vinnu ný úthlutunarlíkun, nýr fjárhagslegur grunnur sem við viljum að liggi fyrir mitt næsta vor. Yngri börnin áður verða einnig tekin inn á leikskóla borgarinnar frá og með áramótum sem áfangi í því að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og við ætlum að verja auknu fé til endurgerðar skólalóða á næstu árum. Fegrun skólalóðanna helst í hendur við aukið almennt viðhald svo sem málingu og lagfæringum á fasteignum borgarinnar en þriggja átaki í endurgerð og malbyggum gatna verður líka hleypt af stokkunum. Velferðarsviðið
hefur náð eftirtektarverðum árangri í virkniverkefnum og stuðningi við fólk á fjárhagsaðstoð og við sjáum þess í þessari fjárhagsáætlun að útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar dragast saman. Á næsta ári kemur inn af krafti uppbygging nýrra búsetuúrræða sem brýn þörf er á þegar þau fyrstu komast í fullan rekstur. En það er auðvitað áberandi áframhaldandi þróun fjölbreyttrar velferðarþjónustu á miklu fleiri sviðum. Velferðarráð hefur fyrir sitt leyti ákveðið að lögð verði sérstök áhersla á forvarnir og heilsueflingu á öllum sviðum sem áherslur sem eru mjög að mínu skapi. Eins og ég nefndi áðan þá hefur uppbygging í Reykjavík sjaldan verið meiri en núna og næstu ár og nýjar tölur byggingu íbúðarhúsnæðis undirstrika að metár eru framundan á því sviði. Borgin hefur lagt sérstaka rækt við að tryggja aukið magn leigu- og búseturéttaríbúða, að það verði hluti þessar uppbyggingar og fjárhagsáætlunin ber þess merki bæði í 800 milljón króna framlagi til stofnframlaga sem hlutur borgarinnar í uppbyggingu leiguhúsnæðis með við stofnframlagaleiðinni. Þar líka fjárveitingar til sérstakra húsaleigubóta sem núna verða alfarið hlutverk sveitarfélagsins en ríkið tekur yfir almennu húsaleigubæturnar. Í þriðja lagi síðan gert ráð fyrir umtalsverðum lántökum félagsbústaða vegna fjölgunar almennra félagslegra íbúða og sérstakra búsetuúrræða. Á 5 árum eru þessar 3 fjárveitingar í kringum 20 milljarða og hafa aldrei verið hærri. Meðan nýmæla í fjárhagsáætluninni svo að stofnsett verður þjónustumiðstöð í rafrænni þjónustu sem á að vinna að uppfærslu og umbótum í rafrænni þjónustu borgarinnar og sjálfsafgreiðslu íbúa á netinu. Ég bind persónulega miklar vonir við þessa nýju rafrænu þjónustumiðstöð og það mikilvægt að við tryggjum henni nægjanlegt afl til að ná árangri á skömmum tíma. Íbúalýðræðisverkefni Betri hverfi verður einnig áberandi en framlög í framkvæmdir sem byggja á kosningum íbúa verða aukin á árinu og verða þær hugmyndir kynntar að ég hygg á fundi borgarráðs í þessari viku. Þetta auðvitað bara nokkur af fjölmörgum spennandi verkefnum sem auka munu lífsgæði, menningu og mannlífi í borginni sem munu líta dagsins ljós árið 2017. Það verður kraftur í byggingu nýs skóla í Úlfarsárdal, lokið verður við sundlaug við Sundhöllina, útilaug við Sundhöllina, uppbygging hjólastíganets og útivistarsvæða heldur áfram, Marshallhúsið opnar á Grandanum, Gröndalshúsið í Grjótaþorpi í samstarfi við Iceland Air Group og þannig má áfram telja. Formaður borgarráðs mun raunar fara sérstaklega yfir fjárfestingaáætlunina, þannig að hér var aðeins stiklað á mjög stóru. En forseti ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að leyfa mér að fara yfir forsendur í frumvarpinu. Fjárhagsáætlunin sett fram í samræmi við sveitarstjórnarlög og reglur Reykjavíkurborgar gerð fjárhagsáætlunar sem samþykktar voru í borgarráði 18. júní 2015. Áætlunin samanstendur af samstæðuáætlun A- og B-hluta, samanber 60. grein laganna, en A-hlutinn samanstendur af aðalsjóði, eignasjóði og bílastæðasjóði. Reykjavíkurborgar í aðalsjóði birtist rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa borgarinnar sem fjármagnaður með skatttekjum og þjónustutekjum. Í eignasjóði haldið utan rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir fasteigna og gatna, auk sérstakra skipulagsverkefna. Í bílastæðasjóði haldið utan rekstur bílastæða og bílahúsa fyrir almenning. Nú liggur fyrir að rekstur bílastæða og annar rekstur bílastæðasjóðs verður færður undir umhverfis- og skipulagssvið frá og með 1. janúar og fasteignir sjóðsins verða færðar undir eignarsvið frá sama tíma. Bílastæðasjóður sem slíkur verður þá ekki lengur til í núverandi mynd, en þessar breytingar eru í vinnslu og verður lögð fram tillaga viðauka við fjárhagsáætlun þegar þessi vinna og útfærsla liggur fyrir.
Það mun ekki hafa áhrif á niðurstöðu rekstrar, efnahags- og sjóðstreymis A-hluta og samstæðu. Í áætlun A-hluta er milliviðskiptum, svo sem vegna innri leigu og fasteignaskatta, jafnað út á milli A-hluta stofnananna. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu Reykjavíkurborgar. Fyrirtæki og rekstrareiningar sem falla undir B-hluta eru Faxaflóahafnir, Félagsbústaðir, Íþrótta- og sýningavöllinn, Jörundur sem unnið er að slitum á. Jörundur hélt utan um uppbyggingu brunahotnsins svokallaða. Malbikunarstöðin Höfði, Orkuveita Reykjavíkur, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Sorpa BS og Strætó BS. Rekstur slökkviliðs og strætó eru mestu fjármagnaður með framlögum frá eignaraðilum og ríkinu fyrir að strætó er annars vegar og er hlutur Reykjavíkurborgar gjaldfærður hjá aðalsjóði. Hluti af þjónustutekjum Íþrótta- og sýningarhallar og Sorpu hluta gjöldum málaflokka innan aðalsjóðs. Að öðru leyti eru fyrirtækin fjármagnaður með þjónustutekjum. Í áætlun samstæðu milliviðskiptum jafnað út á milli A- og B-hluta. Reikningsskil Félagsbústaða og Orkuveitu Reykjavíkur byggja á IFRS uppgjörstöðlum, alþjóðlegum uppgjörstöðlum, en uppgjör A-hluta og annarra B-hluta fyrirtækja byggja á kostnaðarverðsaðferð. Uppgjör A-hluta og annarra B-hluta fyrirtækja byggja á kostnaðarverðsaðferð. Framsetning samstæðuáætlunarinnar byggir á ofangreindum reikningsskila aðferðum. Þessu er rétt að halda til haga áður en farið er yfir gögnin. En forseti ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að rekja forsendur frumvarpsins nokkuð. Það byggir á stuttu máli á forsendum sem sóttar í Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands, enda gert ráð fyrir því að sveitarfélögin byggja almennt á þessum forsendum, svo sem hagvöxt, verðlag, gengi atvinnuleysi og mannfjöldaspár. Í greinargerð með frumvarpinu eru mikilvægar forsendur skýrðar og áhrif þeirra á frumvarpið og jafnframt fjallað áhrif þess að þær breytast. Ég bendi borgarfulltrúum og öðrum sem vilja kynna sér þetta á skýra greinargerð sem að megni til er unnin af fjármálaskrifstofu og er mjög fróðleg. Það er eins og að von á nýrri þjóðhagsspá á næstu dögum, 4. nóvember næstkomandi, og frumvarpið er lagt fram með fyrirvara eins og undanfarin árum að reynist nauðsynlega að gera breytingar á því vegna nýrra þjóðhagsspár og það er þá gert ásamt öðrum breytingum milli umræðna. Íbúðaverð hefur jafnframt hækkað mikið umfram verðlag síðustu misseri og það hefur auðvitað áhrif og það eru spár þessar breytur líka í áætluninni. Undanfarin 2 ár hefur launavísitala hækkað verulega umfram verðlag, 19,6%, íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu 22% en verðlag aðeins 3,8%, þannig að raunhækkun bæði launa og íbúðarhúsnæðis hefur verið mjög mikil í sögulegu samhengi, mjög mikil meira að segja. Kaupmáttur launa hefur þannig aukist alls 15,3% á þessu tímabili og raunverð íbúðarhúsnæðis 18,1%. Árinu 2016 er í spá Hagstofu gert ráð fyrir að kaupmáttur aukist 8,7% sem er mesta kaupmáttaraukning sem orðið hefur á einu ári síðustu 25 ári. Næstu 5 árum segir í spá Hagstofunnar að gera megi ráð fyrir minni aukningu kaupmáttar en undanfarin misseri en þó verði áfram myndarleg í sögulegu samhengi og langt umfram metna framleiðni aukningu í hagkerfinu. Líkt og ég hef minnt á margoft fyrr og síðar þá á Reykjavíkurborg og sveitarfélögin mikið undir fjárhagslegum samskiptum sínum við ríkið og það eru mjög mikilvæg tengsl á milli fjárhagsáætlunar borgarinnar og fjárlaga ríkisins og tekjuöflunar. Það er þessi sjálfstæður óvissuþáttur í raun og veru að frumvarp til fjárlaga liggi ekki fyrir. Fleiri mikilvæg atriði varða fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga og mjög mikilvægt að sveitarfélögin haldi vel á spöðunum í samskipti við nýtt Alþingi og nýja ríkisstjórn þegar það er annars vegar
og ég hef séð í gögnum að Samband íslenskra sveitarfélaga þegar farið að undirbúa þau samskipti og skiptir mjög miklu máli að lykil kröfur sveitarfélagana nái fram í stjórnarsáttmála nýrrar stjórnar. Það hafa verið ýmis tíðindi úr fjárhagslegum samskiptum nýverið. Það voru gerðir samningar milli ríkis og sveitarfélaga um endurskoðun á fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks en halli á honum nam 1,5 milljarði á síðasta ári. Samningarnir áttu að færa jöfnunarsjóði sveitarfélaga svipaða upphæð en það að minnsta kosti ennþá óljóst hvert endaleg framlag jöfnunarsjóðs til borgarinnar vegna þessa málaflokks verður á næsta ári. Það því að segja má, eða vonandi varlega áætlað í frumvarpinu. Það á eftir að ljúka samningum ýmis sérmál tengd málaflokki fatlaðs fólks sem varða borgina miklu, svo sem börn í sérstökum vanda og frístundastarfi. Nýlega var einnig lokið gerð rammasamkomulags um rekstur hjúkrunarheimila og endurskoðun daggjalda með fyrirheitum aukin framlög úr ríkissjóði og vonir standa til að þetta hafi einhver jákvæð áhrif á afkomu dróflugastaða og borgarsjóðs en hver þau nákvæmlega verður liggur ekki fyrir. Þar voru líka ákveðin atriði svo sem húsnæðisþátturinn skilinn eftir til frekari viðræðu og greiningar og það eru hlutir sem skipta borgina verulegu máli. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég mun nú mæla fyrir tillögum um álagningarhlutfall útsvars 2017, álagningarhlutfall fasteignaskatt og lóðalegu 2017, viðmiðunartekjur elli- og örorkulífeyrisþega vegna afsláttar af fasteignasköttum og fráveitugjöldum 2017, tillögur um gjaldskrár og tillögur um lántöku vegna framkvæmda árið 2017. Í stuttu máli gert ráð fyrir að álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt 14,52% sem full nýting útsvars. Álagningarhlutfall fasteignaskatta verða það líka sem 0,2% vegna íbúðarhúsnæðis, 1,32% vegna opinberra bygginga og 1,65% vegna atvinnuhúsnæðis að öðru leyti. Lóðaleiga áfram mjög lág í Reykjavík, 0,2% vegna íbúðarhúsnæðis og 1% vegna bygginga og atvinnuhúsnæðis. Álagninga hér ætlaði ég að fara yfir afslætti af fasteigna sköttum en við víkjum að þeim síðar í þessari ræðu. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, eins og greinargerð með fjárhagsáætlun ber með sér að þá hefur verið unnið að því að skilgreina langtímamarkmið fyrir rekstur borgarinnar A- og B-hluta og skýrasta markmiðið eða fyrsta markmiðið þar að reksturinn sé í jafnvægi að teknu tillit til reglulegra tekna, að grunnreksturinn sé sjálfbær. Í öðru lagi þá viljum við að fjármögnun fjárfestinga sé sjálfbær og sjálfbærari. Við erum alveg opin með það að við erum núna á þessu mikla vaxtarskeiði að fjármagna hluta fjárfestingarna með sölu byggingarréttar og gatnagerðargjöldum eins og kannski eðlilegt en enga síður að þá mikilvægt að fjárfestingar séu almennt fjármagnaðar af rekstri að teknu tillit til reglulegra tekna og að einhverju leyti það tekjur sem við erum að horfa núna af lóðasölu og gatnagerðargjöldum óreglulegar, þar að segja hluti af óvenjulegu ástandi þar sem mjög mikil uppbygging að fara í gang. Við viljum að útgjöld til rekstrar og fjárfestinga þróist með sem stöðugustum hætti yfir hagsveifluna og nefnum stöðugleika sérstaklega sem sjálfstætt markmið og það þýðir að við þurfum að safna í sjóði annaðhvort með beinni sjóðsöfnun eða skuldalækkun þegar að gott í ári og eiga þá upp á eitthvað að hlaupa þegar
harðnar á dalnum. Varðandi greiðsluhæfi þá viljum við að lána og fjárstýring A-hluta tryggi að alltaf sé unnt að standa við skuldbindingar A-hluta, þar með talið vegna ábyrgðar á skuldbindingu B-hluta. Það má segja að á það hafi reynt með ákveðnum hætti aðgerðunum fyrir Orkuveituna þegar við veittum neyðarlán upp á tæplega 12 milljarða. Þannig að það okkur í fersku minni af hverju þetta mikilvægt. Og síðan viljum við að birtar séu reglulega upplýsingar fjármál og greiðsluhæfi A-hluta til að auðvelda almenningi og ytri aðilum að meta fjárhagsstöðu A-hlutans. Og erum að vinna eins og kunnugt stórt verkefni á því sviði. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, í því sambandi reyndar ágætt að minna á það að á vef Reykjavíkurborgar nú búið að birta fjárhagsáætlunina í myndrænni framsendingu Datamarket eins og gert hefur verið á undanförnum árum. Ég heldur reyndar að Datamarket sé runnið inn í annað fyrirtæki sem heitir Klikk eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta alveg klikkaðslega flott og ég skora okkur bara að kíkja á þetta. En ég ætla að víkja aðeins að megin niðurstöðum frumvarpsins. En við förum fyrst í A-hlutann sem hinn eiginlegi borgarsjóður ef að svo má orði komast. Að þá á árunum 2017 til 2021 gert ráð fyrir stigbatnandi afkomu. Á þessu tímabili afkoman studd af tekjum af söluhagnað og sölu byggingarréttar sem nemur á bilinu 3,7 milljörðum til 4,4 milljarða ár hvert. En með styrkingu rekstrarins í þessi 5 ár verður reksturinn minna og minna háður þessum tekjum og þar með sjálfbærri þegar horft til lengri tíma. Viðsnúningurinn í rekstri borgarinnar sést ágætlega á þeirri mynd sem hérna uppi, þar sem sést að reksturinn hefur reyndar verið réttum megin við strikið en lífeyrisskuldbindingarnar hafa togaðan niðurstöðuna niður fyrir strik og verulega árið 2015 þegar skuldfærðar lífeyrisskuldbindingar voru 13,6 milljarðar. Þær koma til útgreiðslu á mjög löngum tíma en það þykir enga síður rétt að láta þær sjást í bókunum því að þetta eru raunverulega skuldbindingar til framtíðar, jafnvel þó að kosti ekki útstreymi úr borgarsjóði á því sama ári. En útkomuspáin sem fylgir þessari fjárhagsáætlun svolítinn afgang, 200 milljónir, en ekki meir en það, auk lífeyrisskuldbindinga. Og því hefur nú verið snúið í framlagðri fjárhagsáætlun þannig að afgangurinn í A-hlutanum á næsta ári verði 1,8 milljarðar og það býsna mikill viðsnúningur eða góður þegar þess gætt að inn í þeirri niðurstöðutölu auðvitað þessi tæpi milljarður sem að verið var að bæta inn hjá skólunum og önnur aukning. En ef við sjáum aðeins lykilbreytingarnar þá má sjá að á árinu 2017 þá hækkar launakostnaður án lífeyrisskuldbindinga umfram hækkun útsvarstekna. Þannig að það minnstur ennþá. Skýringin liggur meðal annars í forsendum hækkun mótframlaga í lífeyrissjóði starfsmanna sem nemur 1,5 milljarði krónum. Þar verið að bregðast við því að ekki náðist saman og ekki náðist að samþykkja frumvarp lífeyrismálin á Alþingi fyrir þingkosningar. Ef að það næði hins vegar saman að þá myndi þessi tala breytast sem nemur stórum hluta þessara tölu. Við gerum áfram ráð fyrir aðhaldi og 870 milljón króna hagræðingu á næsta ári.
Hækkun fasteignagjalda er 1,7 milljarður, lækkun fjárhagsaðstoðar er 700 milljónir og lækkun gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga 1,5 milljarður. Við sjáum ef við berum saman rekstrarkostnað án afskrifta lífeyrisskuldbindinga og bundinna liða að það sem við getum kallað magnbreytingu er svolítið mismunandi og við erum að bæta svolítið í núna. Þetta er búið að leiðrétta fyrir verðlagsbreytingum og launabreytingum og við erum í raun að skila tilbaka sumu af því sem að skorið var niður árin 2009 og 10, árin eftir hrun. En þær viðbætur eru kannski ekki sjálfbærar í svona miklu mæli en koma inn á þessu næsta ári. Rekstrarniðurstaða A-hluta hefur sveiflast mikið á síðustu árum meðal annars vegna kjarasamninga og gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga. En til samanburða við þennan 1,8 milljarð sem að verður í afgang á næsta ári var til dæmis niðurstaða neikvæð 13,6 milljarða 2015 út af lífeyrisskuldbindingunum og jákvæða niðurstaða yfirstandandi árs er sem sagt í útkomuspánni núna 241 milljón krónur. Áætlunin gerir ráð fyrir að rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði sé jákvæð og nemi 3 milljörðum en hallinn þarna var 12,9 árið 2015. Rekstrartekjur A-hluta eru áætlaðar 106 milljarðar, þar af skatttekjur 81,9. Rekstrarútgjöld A-hluta eru áætluð 103 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 57,5. Breyting lífeyrisskuldbindinga er 4,5 milljarðar, annar rekstrarkostnaður 36,7 milljarðar og afskriftir 4,6 milljarðar. Áformaðar lántökur A-hluta nema 3 milljörðum og brúttó fjárfestingar 15,1 milljarði og er hlutfall lántöku af fjárfestingum tiltölulega lágt í sögulegu samhengi. Engu að síður er þetta auðvitað lán. Við erum að greiða niður 2 milljarða á móti. Á árinu 2017 hækkar sem sagt launakostnaður án lífeyrisskuldbindinga umfram hækkun útsvarstekna eins og áður sagði. En í rauninni gert ráð fyrir að útgjöld dragist saman að magninu til 0,5% árið 2016 og aukist svo aðeins árið 2017. Útgjaldaþróunin á 5 ára áætlun er hins vegar jafnari. Ef við kíkjum aðeins í fjárfestingahlutann þá sjáum við að brúttó fjárfestingarnar það er aðeins að villast hérna á glærum. Það er ekki alveg í sömu röð. Já, ekki myndi ég vilja svíkjast að fara yfir veltufé frá rekstri. En ég er aðeins að hlaupa hérna á milli glærutexta og ræðutexta. En veltufé frá rekstri hefur verið lágt undanfarið í sögulegu samhengi en það er gert ráð fyrir að hækki í jöfnum skrefum á áætlunartímabilinu. Það er mikilvægt að styrkja þannig að hlutfall þess af tekjum verði umfram 9–10%, sérstaklega fyrir að þensla er að vinna á fasteignamarkaði eins og ég nefndi áðan. En svo erum við komin í brúttó fjárfestingarnar og ég vildi benda ykkur á að við erum í raun í býsna miklu fjárfestingum. Við erum að fylgja eftir uppbyggingunni í borginni á þéttingarsvæðunum, íbúðaruppbyggingunni og atvinnusvæðunum. Við erum líka í mjög stórum verkefnum sem frestuðust eftir hrun, eins og uppbyggingunni í Úlfarsárdal, eins og malbiksframkvæmdum sem að bætast núna við, eins og endurgerð skólalóða og þar fram eftir götunum. Fjárfestingarnar eru þannig umfram veltufé frá rekstri
2017 og 2018 en við erum að brúa það að miklu leyti með tekjum af gatnagerðargjöldum og sölu eigna og byggingarréttar þó að það sé ekki alveg. Ef við skoðum þannig hreinar skuldir að þá lýsa þær ágætlega skuldastöðu A-hluta þegar tekið hefur verið tillit til peningalegra eigna. Skuldirnar aukast á þessu mikla fjárfestingaskeiði en lækka síðan hratt til 2021. Skuldahlutfallið sem að við reiknum í tengslum við sveitarstjórnarlögin lækkar síðan jafnt og þétt. Við sjáum að þessi viðmið sveitarstjórnarlaganna, ef við stöndrum aðeins við þau, að þá erum við að ná þeim í A-hlutanum, uppsöfnuð 3 ára rekstrarniðurstaða, en sveitarstjórnarlögin miðar reyndar við samstæðuna og í okkar tilvikum samstæðuna án Orkuveitu Reykjavíkur. En þessi eina stærð, gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga vegna þess að kallar eldast og við gerðum stóra kjarasamninga, að það er hún sem að veldur neikvæðu stöðunni á nokkrum 3 ára tímabilum og hún ein. Ef henni væri ekki til að dreifa þá væri þetta í jafnvægi og er það í samstæðunni. En við sjáum það að þetta hefur líka áhrif á skuldahlutfallið, að það hækkaði vegna þessara lífeyrisskuldbindinga árið 2015 en er að öðru leyti að lækka í jöfnum skrefum og við erum auðvitað langt frá til dæmis ýmsum nágrönnum okkar þegar kemur að þessu skuldahlutfalli. Reykjavíkurborg er langt undir skuldahlutfalli sem er 150% af tekjum. En það er auðvitað samstæðan sem miðar við þar. Ef ég leyfi mér að fara aðeins yfir rekstrartekjur aðalsjóðs, þá er í honum rekstur málaflokka, þær eru áætlaðar 104 milljarðar, þar af skatttekjur 83. Rekstrargjöldin eru áætlaðar 115 milljarðar og þarna á móti koma þá rekstrartekjur eignasjóðs sem styttir þetta út. Rekstrartekjur bílastæðasjóðs eru áætlaðar 1 milljarður, rekstrarútgjöld bílastæðasjóðs eru áætluð 901 milljón króna og bílastæðasjóður gerir ráð fyrir 134 milljón króna hagnað á næsta ári. Í frumvarpinu er bílastæðasjóður sem aðgreindur sjóður í A-hluta en frá og með 1. janúar verður rekstur bílastæði í aðalsjóð og eignir bílastæðasjóðs færast undir eignasjóð. Þá verður betra samræmi í þessu. Ef að við förum yfir í samstæðuna að þá er gert ráð fyrir 15 milljarða afgangi eftir fjármagnsliði í samstæðunni sem einkum má rekja til Orkuveitu Reykjavíkur og félagsbústaða, en að félagsbústaða hálfu er það eins og fyrri ár vegna matsbreytinga fjárfestingareigna, þar að segja íbúðaverðsbreytinga fyrst og fremst, en áætlunin gerir ráð fyrir, ekki síst vegna Orkuveitunar, stigbatnandi afkomu til ársins 2021. Góðan Til samanburðar má geta þess að halli var á samstæðunum 5 milljarðar árið 2015 en í útkomuspá ársins er gert ráð fyrir 15,6 milljarða afgangi. Þessi viðsnúningur er enn og aftur vegna lífeyrisskuldbindingarinnar, gömlu kallana sem eru að eldast meira og stóru kjarasamningar sem eru gerðir. Veltufé frá rekstri er sterkt og gott. Það hefur styrkst töluvert undanfarið 14 ár og er auðvitað forsenda þess að greiða megi niður skuldir samstæðunnar í samræmi við aðlögunaráætlun borgarstjórnar fram yfir árið 2020 leið og staðið er í ýmsum framkvæmdum.
og Orkuveitan á mjög mikið af þessu veltufé frá rekstri eins og kunnugt er. Það gert ráð fyrir töluvert meiri fjárfestingum í samstæðinu á áætlunartímabilinu en verið hefur undanfarin ár. Fjárfestingar aukast úr 14,6% af tekjum í 23,6% af tekjum frá árinu 2015 til ársins 2018 en lækkar síðan aftur í 12% af tekjum. Það eru mestar annars vegar í A-hlutanum eins og nefnt var áðan og svo hjá Orkuveitu Reykjavíkur og félagsbústöðum. Þetta er uppbygging félagslegs húsnæðis og sérstakra búsetuúrræða. Þetta er hjá Orkuveitunni eins og í A-hlutanum að verið að vinna upp viðhaldsþörf hjá veitum sem hafði verið skorið mjög niður sem hluta planinu strax eftir hrun og síðan er líka atriði sem varða gufuöflun og helliseiði sem geta reynst fjárfrekt en stjórn Orkuveitunar samþykkti fjárhagsáætlun sína með fyrirvara og mun hafa þau mál til mikillar skoðunar á næstu mánuðum eins og ég mun fara betur yfir hér á eftir. En veltufé frá rekstri í samhengi þessara fjárveitinga er mjög mikilvægt vegna þess að það lýsir svigrúminu sem samstæðan hefur til fjárfestinga og til að greiða niður skuldir og skuldbindingar. Þarna hefur verið mikið bil á undanförnum árum en fjárfestingarnar eru að aukast núna, allavega tímabundið, þannig að veitir ekkert af þessu mikla veltufé. Nú ef við förum aðeins yfir afborganir langtímalána og ný langtímalán þá er gert ráð fyrir því árin 2016 til 2018 að þá verið að taka 14 til 18 milljarða láni hvert ár. Það segir þó alls ekki alla söguna vegna þess að það verið að borga meira af lánum heldur en tekið af nýjum lánum á móti. Þannig að skuldir eru að lækka og muni gera það enn frekar með vaxandi greiðslugetu. Nú, ef við förum aðeins yfir markmið sveitarstjórnarlaga, jafnvægisregluna og skuldaregluna sem við þurfum að vera innan, þá er rétt að rifja það upp að 29. október 2012 þá skilaði Reykjavíkurborg aðlögunaráætlun og eftirlitsnefnd með fjármála sveitarfélaga horfið til samstæðu Reykjavíkurborgar án Orkuveitu Reykjavíkur. Það var ýmsir atburðir orðið í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga á því tímabili sem liðið meðal annars ný lög um opinber fjármál sem á að aga öll þessi samskipti meira og það hefur verið gert sérstakt samkomulag það er fjallað samkomulagi viðauka með greinargerðinni fjárhagsáætlun borgarinnar. En ef við skoðum aðeins hvernig niðurstaðan úr samanlögðum rekstri 3 ára að þá er niðurstaðan sú að við erum umfram mörkin, reyndar alveg við þau 2013 til 2015 en umfram mörkin á öllum tímabilunum. Það er í raun innan skekkjumarka að segja má 2013 til 2015 en frá og með 2016 til 2018 þá styrkist niðurstaðan töluvert vegna þess að í þeim samanburði þá er ekki þessi innskiptisfærsla á lífeyrisskuldbindingunni að skekkja myndina. Skuldahlutfall samstæðunnar án OR fer lækkandi og í kringum 110% en má vera 150% yfir allt tímabilið og það sem er athyglisvert við þessa lækkun er að þetta er á sama tíma og við erum í þessu gríðarlega átaki við fjölgun félagslegra leiguíbúða. Við erum að bæta við okkur á tímabilinu á milli 500 og 600 íbúðum og úrræðum
í eignasafn félagsbústaða sem hlutfallslega með að við bara heildar sveitarfélag á landinu af félagslegum íbúðum það gríðarlega há tala sem umræða í sjálfu sér. En hérna sjáum við skuldir án Orkuveitu Reykjavíkur og hvernig þær þróast. Þær fara sem sagt lækkandi og eru langt undir viðmiðunum. Aðeins bara til að bregða byrt á það sem við vorum að tala varðandi uppbyggingunni á félagsbústöðum að þá sjáum við inn í frumvarpinu þá stofnframlögin sem að koma úr handbæru fé, 800 milljónir á ári, sem þá þessi 12% hluti sem Reykjavíkurborg leggur til inn í verkefnin, þannig að 800 milljónir frá okkur okkar hlutur í að fjármagna verkefni sem með heildar fjármagnsþörf upp á kannski 6,5 milljarð eitthvað slíkt. Getur verið með þessi aðeins meira. Svo það sérstöku húsaleigubæturnar sem fara þá beint til þeirra sem eru að leigja. Og síðan það lántökur félagsbústaða. Þetta eru fjárfestingar þeirra í fasteignum, byggt á þeirra uppbyggingaráætlun eða mati á hvenær fjárþörfin kemur til. Samtals þetta í kringum 20 milljarðar á þessu 5 ára tímabili. Það dreifist svona eftir árum og prófíllinn hjá félagsbústöðum þessi vegna þess hvenær byggingaverkefni eru fjárþyngst, þykir ég. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, þá erum við komin að fagsviðum borgarinnar. Það búið að vera mikið að vera hjá þeim í aðdraganda fjárhagsáætlunar og langir vinnudagar og ég vil nota þetta tækifæri og þakka stjórnendum og starfsfólki borgarinnar fyrir ómetanlegt starf í þágu borgarbúa og undirbúning þessara fjárhagsáætlunar. Undanfarin ár hefur starfsfólk borgarinnar staðið sig sérlega vel við oft erfiðar aðstæður. Það var ákveðið áfall, við ættum bara að tala það eins og það var ákveðið áfall fyrir margt starfsfólk og stjórnendur borgarinnar þegar í kjölfarið þessara miklu launahækkana þurfti að taka aftur á honum stóru sínum eftir öll mögru árin eftir hrun og finna fjármuni fyrir hluta launahækkana. En niðurstaðan talar sínu máli í mínum huga og starfsfólk og stofnanir borgarinnar hafa enn og aftur sýnt það að þeir eru ábyrgir og útsjónasamir stjórnendur sem eiga mikið hrós skilið. Við aðra umræðu frumvarp af fjárhagsáætlun munu formenn fara ítarlegar yfir starfs- og fjárhagsáætlun fagsviða en ég mun bara tæpa á nokkru því helsta sem að þeim lítur. Hér einfaldlega bara mynd af áætluninni og þarna sést þróunin. Íþrótta- og tómstundaráð með útgjöld upp á tæpa 9 milljarða og nokkrar tekjur þar á móti. Þetta skiptist í laun, innri leigu, orkukostnað, húsaleigu, styrki og annan rekstrarkostnað. En stóru liðirnir lúta að æfingastyrkjum og styrkjum vegna íþróttamannvirkja og síðan það sundlaugarnar. Og tíðindin af vettvangi ITR að útilegur við Sundhöllina að opna á árinu. Hitt nánast algjörlega upp á 80 ára afmæli laugarinnar. Við vorum að samþykkja í borgarráði nýjan samstarfssamning við íþróttahreyfinguna í borginni til næstu 3 ára. Við vorum að klára nýjan samning milli sveitarfélaganna og höfuðborgarsvæðinu rekstur skíðasvæðanna. Í því felst líka sameiginlegur ásetningur að fara að hefja snjóframleiðslu á skíðasvæðunum.
Á þessu ári var skipt gervigras og gúmmíefni á 3 gervigrasvöllum í borginni og næsta ári gert ráð fyrir að endurnýja 3 gervigrasvelli í viðbót. Það felst í áætluninni þau nýmæli að Vesturbæjarlaug og Breiðholtslaug verða að opna lengur helgar yfir sumarmánuðina. Það svona ákveðið tilraunaverkefni en það hefur sýnt sig að sú laug sem opin lengst, sem Laugardalslaug, eiginlega sprungin á helgunum og á að athuga hvernig viðtökurnar verða við þessu. Það verið að ræða við íþróttafélögin frekari uppbyggingu á þeirra svæði og mörg þeirra eru með ýmsar hugmyndir, KR, Valur, Þróttur, Ármann, Víkingur, ÍR, Fram, Fylkir og Fjölnir. Það vantar ekki hugmyndirnar og eftirspurnin eftir aukinni aðstöðu og innviðum og það verið að reyna að ná utan þetta í heild sinni. Stærsta einstaka verkefni lítur auðvitað Úlfarsárdal, þar hafa staðið við viðræður nokkurn skeið, þær eru ekki alveg komnar að enda. En vonandi fer okkur að takast að botna það. Og við erum með starfshóp í því að horfa fram til Laugardalsvallar sem eru hugmyndir sem KSÍ hefur leitt. Hún muni líka komið til kasta nýrra ríkisstjórnar. Þá tókum við þá ákvörðun í tengslum við tillögur heilsueflingu aldraðra að lækka aldursviðmið í Sund fyrir eldri borgara úr 70 árum í 67. Þó að sundlaugarnar kosti töluvert fé úr borgarsjóði þá það líka að skila meiri tekjum en í svolítið mismiklum mæli að segja má. Eftir að potturinn var settur í Vesturbæjarlaug þá skilar hún mun meiri tekjum en áður og hærri hlutfall af heildarrekstrakostnaði. En þessar hlutfallstölur eru reyndar reiknaðar án innri leigu sem býsna háð þegar sundlaugarnar annars vegar, einkum Laugardalslaug vegna viðhaldsátaksins sem farið var í þar eftir hrun. En þær sundlaugar sem eru kannski með minnsta þekju í tekjum eru Sundhöllin og Breiðholtslaug og Árbæjarlaug og Grafarvogslaug eru þarna á milli. Þá erum við komin í menningar- og ferðamálasvið. Þar eru rekstrargjöldin samtals tæpir 5 milljarðar, heildartekjur 500 milljónir og ef við skoðum það á mynd þá lítur það svona út og skiptist í ýmis verkefni, bæði stofnanir, söfnin, höfuðborgarstofu og styrki. Skiptingin eiginlega 50-50 milli stofnanasviðsins og styrkja og samstarfssamninga og þar vega langþyngst Borgarleikhúsið og Harpa. Helstu viðfangsefnin eru þau að fylgja eftir stefnumótun í báðum málaflokkum, þar sem menningun og ferðamálunum. Forgangsaðferðir í ferðamálastefnunni þar sem við erum í raun að horfa eða leggja minni áherslu á markaðssetningu og meira áherslu að stýra Reykjavík sem ferðamannastað og því álagi sem að vöxtur í ferðaþjónustu tengist. Það er mikil áherslu á miðlun og nýsköpun í menningarstofnunum, barnamenning aldrei langt undan, en það er líka fókus á fjölmenningu og kynjaða fjárhagsáætlun á sviðinu. Á menningar- og ferðamálasviði er mikil áhersla lögð á innviði, aukið samstarf og móttöku ferðamanna fremar en markaðssetningu, en það að huga að móttökunni er meðal annars mikilvægt í því ljósi að nýlega forsendur benda til þess að allt að 3 milljónir ferðamanna getur komið til borgarinnar svo snemma sem árið 2018. Við því þarf að bregðast. Við þurfum að halda áfram að auka tekjur samfélagsins af ferðaþjónustu en við þurfum sérstakt gistináttagjald. Menningarkort Reykjavíkur verður þróað áfram og eflt
til að lágmarka kostnað fyrir heimamenn og fjölga þeim sem nýta sér þjónustu menningarstofnana, en líka markaðssetja kosti gagnvart ferðafólki. Nú á að velja borgarhátíðir þar sem við förum fram á auknar kröfur en gerum meiri og kannski stærri langtímasamninga. Á þessu ári flutti Hönnunarmiðstöðin í Aðalstræti og verður spennandi að sjá hvaða sóknarfæri leiða af því. Perlan í raun líka að fara að vera meira menningahús með opnun náttúrusýningar. Marshallhúsið að fara að hýsa Ólaf Elíasson, Kling og Bang og Níló út á Granda. Í matarmenningunni þá verður það að opna mathöllina við Hlemm og menningar- og ferðamálasvið verður sem áður á fleygiferð á næsta ári í að gera borgina skemmtilegri, blómlegri og girnilegri. Á skóla- og frístundasviði af nóg að taka. Heildarútgjöld til skóla- og frístundana í Reykjavík eru 48 milljarðar á næsta ári, sem töluverð aukning frá yfirstandandi ári. Það má nefna það að yfir 1300 manns starfa við grunnskólann í borginni og eru með 14.000 nemendur. Svona sundurliðast þetta. Þetta auðvitað að töluverðum hluta launakostnaður. En þessar töflur allar að finna í fjárhagsáætlun. Á skóla- og frístundasviði leiðarljósið að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi þar sem ýtt undir sköpun og frumkvæði og byggt á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Markmið að fleiri börn og ungmenni nái betri árangri, líði vel og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í líf og starfi. Hlutverkið að veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið og vera framsækið forystafl í skóla- og frístundastarfi. Ef við skoðum aðeins breytingar milli ára þá gert ráð fyrir að gjaldskrár fylgi almennt spá verðbólgu og hækki að jafnaði 3,9%. Undanskilið fæðisgjald í grunnskólum og náms- og fæðisgjald í leikskólum vegna aðgerða í skólamálum haustið á þessu hausti. Við munum útfæra lækkun leikskólagjalda áfram á árinu 2017. En málaflokkarnir fá síðan í raun bætur vegna hækkunar eða væntrar hækkunar og öðrum rekstrakostnaði, tæp 4%. En við erum auðvitað á hverjum tíma að taka mið af fjölgun og fækkun nemenda og barna í grunnskólum, leikskólum og frístundaheimilum í fjárveitingum til einstakra skóla. En ég undirstrika að það verið að fara yfir úthlutunarlíkun skólanna líka í dýpri vinnu núna í vetur og vonandi verða þau uppfærð og nýtileg fyrir fjárveitingar til næsta árs. Borgarráð samþykkti á árinu 2015 að virkja ákvæði reglna yfirfærslu á halla og afgangi á milli ára. Þetta gerir kröfum að sviðin skili nákvæmari útfærslu á forsendum tekna og útgjalda á magni og einingaverði. Við erum enn að skoða nákvæmar niðurstöðu fyrir 2015 og hvað teljist þar ytri aðstæður og munum rýna það í tengslum við þessa frekari rýnivinnu með skóla- og frístundasviði. Eins og kynnt var samhliða aðgerðaáætlunin í skólamálum í haust. Hún gekk út á aðgerðir í sérkennslu, langtímaveikindum og skólaakstri með fötluð börn. Það var komið nýtt fjármagn inn í faglega starfið á leikskólunum og grunnskólunum, bætt verulega í efniskostnaðinn á leikskólunum þar sem að lítið hafði verið skammtað.
Fæðisgjöldin voru líka hækkuð eins og ég nefndi áðan og verður gaman að sjá hvernig skólarnir spila úr þessu. Einn af stóru liðunum í aðgerðaáætlunum sem víkur að leikskólanum auðvitað líka undirbúningur, aukinn undirbúningur fyrir faglegt starf og gert ráð fyrir inntöku barna fædd í mars og apríl áramót eða þegar starfsmenn fást vegna þess að við erum auðvitað að glíma við það að þensla á vinnumarkaði og vantar starfsfólk á suma leikskóla. Mikilvægustu viðfangsefnin og áherslurnar 2017 til 2021 nemendamiðið skóla- og frístundastarf, efling lestrarhæfni og lesskilnings í leikskóla, grunnskóla og frístundastarfi, fjölmenning, verk, tækni og listnám, gæði og fagmennska. Við viljum gera betur í að skapa eftirsóknarvert starfsumhverfi og má nefna 2 nýja starfshópa sem skóla- og frístundasviðið hefur sett á laggirnar með grunnskólakennurum annars vegar og leikskólakennurum hins vegar. Við viljum efla heilsu, líðan og velferð. Við viljum virkt foreldrasamstarf, jafnrétti, mannréttindi og lýðræði, auka samþættingu skóla- og frístundastarfs og samfellu milli skólastiga, efla umhverfisvitund og menntun til sjálfbærni og nota upplýsingatækni og innleiða ný vinnubrögð. En þetta auðvitað stikla á stóru og formenn fagsviðanna fara hér yfir sína málaflokka næst. Á umhverfis- og skipulagssviði eru rekstrargjöldin 15 milljarðar en tekjurnar 7. Stóru verkefni þar innleiðing aðalskipulags, vinna við þróunarás sem í raun sú leið sem hægt að hugsa sér að borgarlína renni eftir. Aukin áhersla verður lögð á kolefnishlutlausan rekstur vinnustaða Reykjavíkurborgar í samræmi við nýja loftslagsstefnu, kortlagning á gististöðum í Reykjavík og birting í upplýsingaskjám. Tilraunaverkefni styttingu vinnuvikunar hefur verið hleypt af stokkunum á hverfa- og verktakistöðum. Það er stefnt að því að embætti skipulagsfulltrúa verði vottað með ISO 9001 árið 2017 og það verið að vinna því að efla fuglalíf í Vatnsmýrinni með aðgerðum þar og í Tjörninni. Torg í biðstöðu, sumagötur og endurhönnun götur ýmis og torga verða áfram helstu verkefni á sviði borgarhönnunar. Vitundavakning lágmörkun notkunar plastpoka og annarra einnota umbúða verður hrundið af stað. Niðurgröfnum grenndastöðum verður komið fyrir á fjölförnum stöðum. Sundhöllin verður kláruð. Hreinsun borgarlands verður skipulagð með það að markmið að auka skilvirkni. Það stórt verkefni í uppbyggingu Úlfarsárdal eins og áður hefur verið nefnt og það skiptir miklu að borgin hafi aðkomu að endurskoðun laga hollustuhætti og mengunarvarnir. Áherslur og sjálfbærni og visthæfi byggðar endurspeglast í fjölda nýrra deiliskipulagsáætlana í samræmi við uppbyggingar og húsnæðisstefnu borgarinnar en þar stefnir í metár eins og áður segir. Stærstu skipulagsverkefnin verða við Elliðavog, Úlfarsárdal, Gufunesi, Skerjafirði og Skeifunni. Aðgengi fyrir fatlað fólk verður bætt með sérstaka áherslu á miðborgina. Hjólastígar verður lagðir í samræmi við hjólreiðaáætlun og hjólastæðum í Reykjavík verður fjölgað. Í samvinnu við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu verður unnið að skipulagi borgarlínunnar sem afkastamikið hágæðakerfi í almenningssamgöngum. Það verður, eins og áður segir, unnið að útfærslu og uppbyggingu þróunarás meðal annars í því samhengi og haldið áfram með umhverfisvottun á fasteignum Reykjavíkurborgar. Aðeins til þess að rifja upp, hér umræðan húsnæðismál í síðasta mánuði að þá eru 4.000 íbúðir í skipulagsferli og 8.000 í þróun á skipulagssviðinu. Þá eru ónefnd atvinnusvæðin sem eru
í mjög mikill uppbygging og þróun einnig. Nú á velferðarsviðinu að þá eru útgjöldin samtals 25 milljarðar, heildartekjur 4 milljarðar. Þarna eru tekjur úr jöfnunarsjóði sem vega langþyngst út af málaflokki fatlaðs fólks. Áhersla velferðarráðs sérstaklega á heilsueflingu og forvarnir eins og áður sagði. En það einnig áhersla á stuðning og einstaklingsbundna ráðgjöf íbúa Reykjavíkur og þjónustu við aldrað fólk, þjónustu við fatlað fólk, þjónustu við innflytjendur, hælisleitendur og flóttafólk, húsnæðismálina sjálfsögðu og nýsköpun frumkvæði og nýtingu tækni í velferðarþjónustu. Lykilatriðin eru virkni og vellíðan, frumkvæði og sköpunarkraftur, samsköpun, co-creation og samfélagslega ábyrgð. Það verið að breyta húsnæðisbótakerfinu. Ríkið tók yfir greiðslur á almennum húsaleigubótum og við erum að fara frá almennum húsaleigubótum til húsnæðisstuðnings. Það gengur þannig fyrir sér að grunnfjárhæðir munu hækka, tekjumörk munu hækka, grunnfjárhæðin fer eftir fjölda heimilismanna í stað fjölda barna áður. Tekjur frá Tryggingastofnun reiknast nú til tekjuskerðinga sem nokkur breyting og frá sérstökum húsaleigubótum til sérstaks húsnæðisstuðning sem þá á okkar könnu, að þá erum við í raun að búa til kerfi sem að kallast á við þetta endurskoðaða kerfi ríkisins, nær til þeirra sem verst standa á húsnæðismarkaði. Þetta ennþá í rýni og ekki alveg búið að botna inn á velferðarsvið og í velferðarráði og síðan í borgarráði. En það eru í raun neðri og efri tekjumörk við hverja útborgun en ekki bara þegar viðkomandi metin og síðan í einhverju endurmati. Samanlagt hámark þess hvað hægt að fá í stuðning fer úr 74.000 á mánuði í 82.000 krónur á mánuði. Við erum að gera ráð fyrir að þetta þýði að það komi nýir notendur til borgarinnar í sérstakan húsnæðisstuðning á árinu. Og við þurfum að vera vakandi fyrir því hvort við séum að ná þeim markmiðum sem við höfum einsett okkur með í bæði umfjöllun lögin og svo framvegis. Við þurfum að meta í raun þessa hópa sem við erum að veita stuðning, einhverju sem detta útbyrðis, hvernig eru ráðstöfunartekjur eftir að búið að greiða leiguna. Þetta allt greiningavinna sem alveg gríðarlega mikilvæg til þess að meta hvort að við séum að stilla reglurnar rétt af. Og vonandi tekst okkur sem best til í fyrstu umferð en ef ekki þá í næstu umferð. Þetta býsna mikilvæg læra sem ég vil aðeins staldra við áður en við hverfum yfir í aðra málaflokka. Þetta sýnir meðalfjölda notenda á fjárhagsaðstoð og við sjáum þarna þróun sem einkennist af því að það fjölgaði bæði á fjárhagsaðstoð strax eftir hrun en ekki síður þegar að réttindi fólk sem hafi verið atvinnulaust lengi kláruðust og það færðist yfir á fjárhagsaðstoð. Nú hefur gengið býsna vel að vinna og virkja þennan hóp og í honum að fækka og það spáð enn frekari fækkun á næsta ári. Í miðlægri stjórnsýslu útgjöldin tæplega 5 milljarðar. Miðlæg stjórnsýsla ekki alveg einsleitur hópur. Þar starfa einingar borgarlögmanns, endurskoðenda, fjármálaskrifstofu, mannréttindaskrifstofu, skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, skrifstofu borgarstjórnar, skrifstofu þjónustu og rekstrar og skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar.
Miðlæga stjórnsýslan fer með forystulhlutverk í stjórnsýslu og þjónustu borgarinnar. Það hlutverk hennar að fylgja eftir stefnumörkun með upplýsingamiðlun og stoðþjónustu við fagsviðinu, auk þess að halda uppi virku eftirliti með því að framkvæmd sé í samræmi við markaða stefnu og fjárhagslegar heimildir. Miðlægri stjórnsýslu ber einnig að greiða fyrir lýðræðislegum stjórnarháttum með að styrkja gagnvirkt upplýsingaflæði milli stjórnenda sviða og stofnana, íbúa og annarra samráðsaðila. Hérna sjáum við lista yfir skrifstofunar. Meðal mikilvægra verkefna á næsta ári innleiðing á hugbúnaði vegna stjórnenda upplýsinga ClickSense sem á líka að geta verið gríðarlega góður grunnur til þess að auka gegnsæi í borgarrekstrinum almennt. Það verður áframhaldandi stuðningur við hagræðingarverkefni sviða og aðhald í rekstri, innkaup og upphafi innleiðingar nýs málaskráningarkerfis fyrir alla borgina sem bundin mikla vonir við. Rafræna þjónustumiðstöðin að fara á fullt. Það þarf að ljúka innleiðing á mannauðs- og launakerfinu, nýja SAP, þar á meðal launaáætlunarkerfi og fræðslukerfi. Þetta hefur gengið býsna brösulega í innleiðingu, þannig að ég sé bara alveg hreinskilinn og þarf að gera þarna bragarbót á. En það þarf líka að ljúka innleiðingu á áætlunar uppgjörskerfi fyrir samstæðuna og þetta eru mikilvæg stjórntæki til þess að ná vel utan þau verkefni sem að miðlægri stjórnsýslu eru falin. Nú á sameiginlegum kostnaði eru ýmis útgjöld sem að flest skýra sig sjálf. Þó hygg ég að undir starfsmannakostnaði sé þessi stóra tala auka framlögin í lífeyrissjóðinn ef að ekki næst saman samkomulagi í lífeyrismálum, og það gefur auðvitað svolítið villandi mynd að segja má að svona stóri safnliðir sem síðan dreifast út á málaflokkana safnist undir einhverju sem tengist miðlægri stjórnsýslu og það líður öllum eins og ráð þess að sé eitthvað að blása út. En þetta nú eiginlega bókhaldslína frekar en eitthvað annað í þeim skilningi og í raun vonum við að ekki þurfa að koma til þessara útgjalda heldur að nái saman lífeyrismálin fyrir áramót og við breytum þá fjárhagsáætluninni til samræmis við það. Virðulegi forseti og ágætu borgarfulltrúar, margir gætu haldið að ég hefði aðeins talað hér í stundafjórðung vegna þess hvað ræðan lífleg og full af áhugaverðu efni, en ég þó komin í gegnum A-hlutann á þessum klukkutíma og korteri sem ég hef staðið hér og víkur þá sögunni að B-hlutanum sem eru fyrirtækin í meirihlutaeigu borgarinnar. Við eigum nánast öll þessi fyrirtæki, nánast öll, með öðrum sveitarfélögum, í mismiklu mæli þó, en þó eiga þau öll sameiginleg, líka þau sem við eigum til dæmis í sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, þar sem við erum bara með rétt 55%, að þau færast öll inn í bækur og ársreikninga borgarinnar en ekki hinna. Þar með talið skuldir og skuldbindingar. Þannig að í B-hlutanum eru fyrirtæki sem eru að hálfu eða meirihluta í eigu borgarinnar og vil ég raun byrja að þakka þeim fyrir samstarfið við undirbúning fjárhagsáætlunarinnar. Við byrjum á Faxaflóahöfnum að þá er gert ráð fyrir 543 milljóna króna hagnaði þar á árinu 2017. Rekstur fyrirtækisins traustur, enda þótt höfuðtekjustofnar þess séu viðkvæmir fyrir hagsveiflum, en segjandi það að þá ætla ég að gera svo djarfur að spá því að þetta séu varlegar áætlanir tekjur hjá höfnunum. Það er kannski bara ágætt, en við sjáum ákveðnar vísbendingar það að vörugjöld og innflutningur séu að aukast umtalsvert. Það eru áform fjárfestingar upp á 1,9 milljarða árið 2017.
Það eru engar lántökur fyrirhugaðar, heldur eru gert ráð fyrir að allar þessar fjárfestingar verði teknar úr rekstrinum. Hvaða framkvæmdir eru þetta þá? Jú, þetta er við gömlu höfnina, lengingu Skarfabakka í Sundahöfn, lengingu Tangabakka á Grundartanga og dýpkun í Hafnarmynni og Akranesi. Ef við tæpum á félagsbústaðum, þá áætla þeir 4,6 milljarða hagnað á næsta ári, en áætluð afkoma fyrir fjármagnslega og matsbreytingu nemur 1,9 milljörðum. Gert er ráð fyrir fjárfestingum fyrir 2,5 milljarða og að ný langtímalán verði tekin fyrir 1,7 milljarða. Þetta er hluti af áætlunum félagsbústaða borgarinnar mikla uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði á næstu 5 árum og er gert ráð fyrir að fjölga almennum félagslegum leiguíbúðum í eða í umsjá félagsins tæplega 600 á tímabilinu. Og til að hafa það alveg skýrt þá er þetta áætlun, ef það er hægt að gera þetta hraðar eða meira og fyrr, þá munum við tryggja fjármagn til þess. Var þetta Orkuveitu Reykjavíkur, þá er áætluð rekstrarniðurstaða hennar fyrir árið 2017 9 milljarðar. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum eru 14,3 milljarðar en áætlaðar lántökur 9,9 milljarðar. Veltufé frá rekstri er mjög sterkt, 23,3 milljarðar og afborgun langtímalána að fjárhæð 14,7 milljarðar. Allar skuldatölur eru á niðurleið og rekstur fyrirtækisins gengur vel. En ég vek athygli eins og ég nefndi áðan, það er ákveðin óvissa varðandi Hellisheiðarvirkjun, varðandi svokallaða niðurdrátt eða minna afl frá borholum og er Orkuveita Reykjavíkur í greiningum á því og hvað er til ráða. Orkuveitan, og ég vil hrósa henni fyrir það, hún hefur verið mjög útbær á þessar upplýsingar og sett stöðunni á borðið eins og hún er á hverjum tíma. Það held ég að sé rétta leiðin í þessu og leið hef ég fullt traust á því að það sé verið að taka á þessu viðfangsefni eins og fjármálunum áður og síðan brennisteinsmenguninni sem var í raun málana fyrir 3 árum og heyri núna er raun sögunni til. En við þurfum að vera viðbúin því að fjalla ítarlega þessi mál á vettvangi borgarráðs og sannarlega stjórnar Orkuveitunar á næstu mánuðum og meðan við erum að komast til botns í þeim sviðsmyndum sem að þarna eru og hvað er til ráða og ég fullt traust á forystu Orkuveitunar og stjórn í því vandasama verkefni. Orkuveita Reykjavíkur er langstærsta fyrirtækið í B-hluta samstæðu Reykjavíkurborgar og raunar með stærstu fyrirtækjum landsins. Það er móðurfyrirtæki fyrirtækjasamstæðu þar sem skilið er á milli sérleyfis og samkeppnishluta starfseminnar. Helstu fjárfestingar félagsins eru vegna gufuöflunar og umhverfismála og tengist því sem ég sagði hér áðan. Í veitukerfunum er kannski eins og í A-hlutanum töluvert af fjárfestingum líka vegna endurnýjun og stofnæðum í hita, vatns og fráveitu ásamt uppbyggingu og endurnýjun dreifi og aðveitustöðva í rafmagni. Þarna er að hluta til verið að fylgja eftir mikið uppbyggingu í borginu og höfuðborgarsvæðinu en líka verið að bæta í út af því sem var geymt eða frestað og skorið niður sem hluta planinu eftir hrun. Þetta er skemmtileg mynd. Þetta er þróun netto skulda Orkuveitu Reykjavíkur og segir miklu meira en mörg orð það mál. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins áætlar að 66 milljóna króna afgangur verði á rekstri félagsins á árinu 2017. Það er gert ráð fyrir fjárfestingum árið 2017 fyrir 659 milljónir króna og tekin verið ný langtímalán að fjárhæð 344 milljónir króna. Stefnt er sem þetta byggingu nýrra slökkvistöðvar og er gert ráð fyrir að kostnaður vegna hennar verði 514 milljónir króna. Það er líka gert ráð fyrir að endurnýja slökkvibifreiðar
og að þær geti kostað fullbúna með tækjum 115 milljónir hver bifreið. Sorpa áætlar 324 milljón króna rekstrarafgang á næsta ári. Meginverkefni og stærsta einstaka fjárfestingin á næsta ári með gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi sem áætlað að verði fullgerð á síðari hluta ársins 2018. Heildarbyggingakostnaður áætlaður 2,8 milljarðar og fellur meginþungi þess kostnaðar til á árunum 2017 og 2018 eða 2,7 milljarðar. Einnig gert ráð fyrir framkvæmd vegna Reynar í Álfsnesi og áætlaður kostnaður 440 milljónir króna þar og áætlaður verklok í apríl 2017. Strætó gerir ráð fyrir að skila 137 milljónir króna afgangi næsta ári. Strætó gerir ráð fyrir að framlög Reykjavíkurborgar nemi 2,1 milljarði. Í áætlun ársins 2017 er gert ráð fyrir 320 milljónum króna til fjárfestingu í 8 nýjum vögnum og 20 milljónum verði í áframhaldi þróun og upplýsingatækni. Fjárfestingar verða fjármagnaðar með veltufé frá rekstri en ekki nýjum lántökum og gert er ráð fyrir að Strætó verði skuldlaus í lok árs 2018. Þessi þrjú byggðasamlög eiga það öll sameiginlega að fjárhagsáætlanir þeirra eða forsendur fjárhagsáætlana voru samþykktar með fyrirvara að það verið að vinna að tillögum rekstrarhagræðingu sem gætu komið til sögunar á milli umræðna eða ákvarðanir öllu heldur stjórnar og eigenda á seinni hluta þessa árs sem gætu það haft áhrif á fjárhagsáætlanir næsta árs og 5 ára áætlun. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég mun nú mæla fyrir frumvarpi að 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir tímabili til loka árs 2021. Meginniðurstöður frumvarpsins á breytilegu verðlagi eru þessar. Eins og áður segir er rekstrarniðurstaða A-hluta 2017 áætlaður 1,8 milljarður en það fer svo stighækkandi og batnandi afkomu. Áætlaðar fjárfestingar A-hluta á tímabilinu eru samtals 62,5 milljarðar á föstu verðlagi, ný lán 6,3 milljarðar, sem sagt 10% af heildarfjárfestingum, en gert er ráð fyrir að afborganir langtímalána nemi 11,3 milljörðum þannig að skuldir eru að lækka á þessu 5 ára tímabili. Í samstæðunni er rekstrarniðurstaða eins og áður segir á næsta ári 15,2 milljarðar en það lækkar í 13,4 2018 en hækkar svo aftur í 16 og fer stighækkandi út áætlunartímabilið. Áætlaðar rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði verða á bilinu 20 til 27 milljarðar á föstu verðlagi og batnum 6,5 milljarðar á tímabilinu en 15 til 35 milljarðar á breytilegu verðlagi. Það sést á þessari yfirlitstöflu. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég sé að einstaka fulltrúi er farin að ókyrrast í sæti sínu. Það er einhverjir sem kvíða því að þessari ræðu fara að ljúka og ég verð að hryggja þá með því að það er raunin. En eins og ég segi þá vil ég draga fram að áætlunin ber með sér að Reykjavíkurborg í örum vexti. Metár er framundan í byggingu íbúða, atvinnustig er hátt, atvinnulífi sækir fram og við erum í góðu samstarfi við það á öllum sviðum. Undanfarin ár hafa einkennst af umtalsverðum launahækkunum. Þær hafa tekið í, við höfum þurft að spara fyrir hluta þeirra vegna þess að tekjur hafa hækkað hægar. Það er þetta sameiginlega átak sem við búum núna að og hefur leitt til þess að við getum skilað áætlun með afgangi. Við horfum fram á batnandi rekstur næstu 5 árin ef forsendur áætlana ganga eftir. Hægt er að stuðla að stöðugleika á vinnumarkaði og stöðugleika í samfélaginu almennt, eins og hér var komið inn á í upphafi. Og það er gríðarlega mikilvægt að skapa svigrúm í rekstri borgarinnar til þess að geta sótt fram í skólamálum, til þess að geta sótt fram í velferðarmálum, fjölga búsetuúrræðum, til þess að bæta velferðarþjónustunni í takt við auknar
þjónustukröfur og til þess að skapa áhugaverða, skapandi og skemmtilega borg fyrir alla. Og þar húsnæði og viðráðanlegu verði algjört lykilatriði. Í fjárhagsáætluninni forgangsraðað í þágu grunnþjónustu, bæði með launahækkunum til starfsfólks og auknu rekstrarfé í þjónustunum. Rekstur borgarinnar traustur, í honum felast sóknarfæri til vaxtar og fjárfestinga og við erum að halda áfram að fjárfesta í öflugum innviðum og umfangsmikilli húsnæðisuppbyggingu, en höfum við líka náð að brúa bilið milli launahækkana og tekna án þess að hækka skatta. Reksturinn skilar hóflegum afgangi sem nauðsynlegur fyrir góða afkomu til framtíðar, en þó ljóst að við megum hvergi slaka á, bæði í aðhaldi, nýsköpun, endurhugsun og hugviti þegar við erum að reka einstakar einingar eða borgin í heild. Og þannig sköpum við sjálfbæran rekstur sem ekki verður eins háður sveiflum í ytra umhverfi. Meirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata leggja nú fram sína 3. fjárhagsáætlun og hún eins og það fyrri endurspeglar ábyrgð í rekstri og sókn í grunnþjónustu borgarinnar. Höfuðborgin sterk fjárhagslega, við erum í vexti og það ekkert sem bendir til annars en að Reykjavík muni halda áfram að draga vagninn í hagvexti, fjárfestingu og uppbyggingu hér á landi næstu árin. Við erum að sjálfsögðu stærsta atvinnusvæðið og lykilsvæði þegar kemur að því að fjölga fjölbreyttum atvinnutækifærum. Ég nú mælt fyrir frumvarpa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2017 og frumvarpa 5 ára áætlun 2017-2021 fyrir A-hluta og samstæðu og legg til að þeim verði vísað til 2. umræðu í borgarstjórn þriðjudaginn 7. desember næstkomandi. Ég vil jafnframt mæla fyrir framlögðum tillögum sem liggja fyrir fundunum vegna fjárhagsáætlunar 2017. Fyrst mæli ég fyrir tillögum að álagningarhlutfall útsvars 2017 verði 14,52%, álagningarhlutfall fasteignaskatta af íbúðarhúsnæði verði 0,2%, álagningarhlutfall fasteignaskatta af opinberum byggingum verði 1,32%, álagningarhlutfall fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði verði 1,65%, að lóðarleiga verði 0,2% af íbúðarhúsnæði og af lóðarleiga af opinberum byggingum af atvinnuhúsnæði verði 1%. Þá mæli ég fyrir tillögum gjaldaskiptingu fasteignagjalda, uppgjörsreglu vegna breytinga á fasteignamati og tillögum viðmiðunarmörk tekju og eigna vegna afsláttar fasteignagjalda, elli og örorkulífeyrisþega. Jafnframt vil ég mæla fyrir tillögu 3.200 milljóna króna lántökuheimildir fyrir 2017 og legg til að tillögum gjaldskrá verði vísað til 2. umræðu og afgreiddar á undan öðrum tillögum sem liggja fyrir þessum fundi. Þakka gott hljóð. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Borgarstjóri notaði glærur í grið og erg og verði að rykja ykkur með því að ég í fyrsta skipti umræðum fjárhagsáætlun ekki með glærur. Það ekki eins, ef ég má sletta trendi og það var. Nei. En ég get glatt ykkur með því að ég verð með glærur við síðari umræðu. En forseti ágætu borgarfulltrúar, í kjölfar haustkosninga til Alþingis að þá komum við saman á borgarstjórnarfundi þar sem að meirihluti Pírata, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Samfylkingar leggur fram 3. fjárhagsáætlunina sína á kjörtímabilinu. Og niðurstaða kosninga til Alþingis bendir til þess að almenningur hafi fundið fyrir þeim bata sem að orðið hefur í efnahagsmálum á Íslandi síðustu árin. Því Sjálfstæðisflokkurinn styrkti stöðu sína umtalsvert eftir að hafa stýrt efnahagsmálum allt kjörtímabilið sem að náði að verða 3,5 ár. Enda benda allar tölur til þess að mikill efnahagsbati hafi orðið.
Og það er auðvitað mikilvægt að þessi bati verði nýttur til að bæta lífskjör í landinu og ekki síst lífskjör þeirra sem minnst hafa á milli handana. Laun hafa þó hækkað umtalsvert eða 22,6% síðustu 2 ár sem á kaupmáttur landsmanna því að verðlag hefur hækkað 3,6% þessi sömu 2 ár. Og í raun farin að mynda spenna bæði á vinnumarkaði og á markaði með fasteignir því að íbúðaverð hefur hækkað 19,6%. Og þegar svona hækkanir verða á stuttum tíma þá auðvitað verður til viðkvæmt ástand og við finnum það og við sjáum á vinnumarkaði þar sem að sveitarfélögin eru stór vinnuveitandi og semja við fjölda stéttarfélaga. Við þurfum á stöðuleika að halda á öllum sviðum og ekki síst á vinnumarkaði þar sem að draumurinn að geta búið til nýtt vinnumarkaðsmódel á Íslandi með það markmiði að allt launafólk hafi það betra, sveiflur verði minni og að launahækkanir tolli í veski þeirra sem að fá launahækkanir. Nýr úrskurður kjararáðs vinnur gegn þessu markmiði og því mikilvægt að stjórnvöld taki á því máli eins og ég hef sagt í umræðu það. Það er vissulega mikilvægt að hafa fjarlægð á þessum ákvörðunum og láta hópa fylgjast að í launaþróun rétt eins og á hinum almenna vinnumarkaði, en svona stór stökk eins og kjararáð tilkynni núna ganga ekki upp. Það þarf að fara yfir reglur kjararáð eða lög og reyndar lagði fjármálaráðherra fram frumvarp á því þingi sem að nú er lokið og við erum að fá nýtt þing. Það komst aðeins í fyrstu umræðu. Það er frumvarp að breyta kjararáði. Og það gekk meðal annars út á það að fækka verulega þeim sem að heyra undir kjararáð og að láta þá sem að munu heyra undir kjararáð vegna þess að þeir hafa ekki tök á að semja sín laun sjálfir, hafa þó aðeins meiri aðkomu að þeim málum. Það er full þörf á að gjörbreyta þessu og það er gríðarlegur galli að kjararáð skuli koma svona sjaldan að launasetningu þó að reynda sér stutt síðan að síðast var gerð breyting á launum þingmanna og einhverja fleiri. En það er gríðarlegur galli hversu mikil stökk þetta hafi verið. Þá verða þetta svo háar fjárhæðir og mikla próstutölur í hvers skipti að öllum óar við eins og okkur sem höfum tjáð okkur þetta gerir. En leið þá er þetta sjálfsagt að kanna hjá borginu og fyrirtækjum borgarinnar hvernig launasetningar hér rétt eins og hjá ríkinu. Það er full ástæða að fara í gegnum það og nýta þetta tilefni til þess að við sjálf athugum hvort launasetning sé eðlileg hjá okkur. Ég vil ekki vera að flagga neinum tölum eða prósentum hér en ég hef heyrt að því mér finnst óeðlilega háar hækkanir í vissum tilfellum hér innan borgarkerfisins. Í vissum fyrirtækjum borgarinnar og þetta þurfum við auðvitað að fara yfir. Leið og við teljum okkur í fullu rétti til þess að gagnrýna ríkið, þá verðum við auðvitað að skoða sjálf hvernig þetta er hérna í okkar eigin ranni. En ágætu borgarfulltrúar, eins og ég sagði áðan, rétt eins og almenningur í landinu finnur fyrir bata í efnahagsmálum, þá finna flest sveitarfélögin fyrir bata líka. Og við munum væntanlega að sjá betur slíkan samanburð milli sveitarfélaga við síðar umræðu fjárhagsáætlunar, en það er ljóst að töluverð tekjuaukning hefur orðið og fer Reykjavíkurborg ekki varhluta af því. Við erum orðin svo vön því að sjá vondar fjárhagsáætlanir og vondar rekstrarniðurstöðu allt þetta kjörtímabil og kjörtímabilið 2010-2014 að það er ekki hægt annað en að vera ánægð með niðurstöðutölur þessara áætlunar sem við förum yfir núna, að minnsta kosti ánægðari en öll þau vondu rekstrarár sem þessi meirihluti og forveri hans hefur staðið í síðan árið 2010. Reksturinn að lagast enda eru tekjur samstæðu aukast 13% á 2 árum og munar minna. Góð staða þjóðarbúsins að skila sér til Reykjavíkurborgar. Og það án þess að hækka skatta eins og borgarstjóri sagði í ræðu sinni hér áðan, en hann nefndi það reyndar ekki hægt að hækka skatta. Útsvari hér í hæstu leyfilegu hæðum samkvæmt lögum. Þrátt fyrir þennan rekstrarbata sjáum við samt engin merki þess eða sem neinu nemur að skuldir og skuldbindingar samstæðu A og B-hluta sé að lækka. Þær verða áfram rétt 300 milljarðar króna og skuldir A-hluta munu hækka úr 80,7 milljörðum í 91 milljarð króna milli ára með áætlun. Og þá benda áætlanir einnig til þess að samstæða Reykjavíkurborgar verði yfir löglegu hámarki skuldarhluta samkvæmt sveitarstjórnarlögum
til að minnstakosti ársins 2020 en lækkun skuldahlutfalls drifin áfram af hækkun tekna eins og segir í kynningu á frumvarpinu að fjárhagsáætlun. En þetta þýðir að Reykjavíkurborg verður áfram í hópi skuldugustu sveitarfélaga landsins þrátt fyrir óhemju hagstæð ytri skilyrði. Mat fjármálaskrifstofu að veltufé frá rekstri þurfa að vera við eða yfir 9–10%. Og forseti, ég verð að lýsa yfir ánægju minni á því hversu vel þið hafið tekið því hversu oft ég tala veltufé frá rekstri hér í þessum stól. Og ég held að allir séu löngu búin að átta sig á því hversu mikilvæg kennitala í rekstri hún þessi. Já, matið að það þurfa að vera við eða við 9–10% og vel umfram það meðan að þensla á vinnu- og fasteignamarkaði. Veltufé hækkar á árinu 2017 frá því sem verið hefur, en það fer í 7,5% sem reyndar ekki nóg með við þessa forsendur. Núna ég að tala um A-hluta ef ég tók það ekki fram í upphafi hér. Og það hefur ekki verið nóg allt kjörtímabilið og ekki heldur kjörtímabilið á undan. Og við sjáum að brúttó fjárfestingar þær eru töluvert umfram veltufé frá rekstri árin 2017-18, reynda fór borgarstjóri ágætlega yfir það hér á Glæru áðan og bilið brúa með tekjum að gatnagerðargjöldum og sölu eigna og byggingaréttar. Það eiga að vera einhverjir 15 milljarðar á 2 árum, 2017 og 2018. Þannig að borgarsjóð eða A-hluta það að segja að fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 1,8 milljarðar ekstra afgangi en aðalsjóðurinn sjálfur verður reyndar sem fyrir ekki með tapi. Ekki 18 milljarðar tapi eins og síðast, heldur 6,3 milljarðar króna tapi. Þannig að skuldir og skuldbindingar A-hluta fara því úr 80,7 milljörðum í 91 milljarð eða hækka frá árinu 2015 til 2017 standist áætlun 12,8%. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins settu eftirfarandi tillögu fram vorið 2015 og tilvitnun hefst. Með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að hefja nú þegar vinnu við rekstrarhagræðingu A-hluta borgarinnar með það að markmið að rekstur verði jafnvægi þannig að skatttekjur dugi fyrir rekstrarútgjöldum. Jafnframt verði það markmið sett að veltufé frá rekstri fari í 11% af skatttekjum og verði ekki lægra en 9% af skatttekjum þegar á rekstrarárinu 2015. Í framhaldi af hagræðingaraðgerðum verði hafist handa við að lækka útsvar í áföngum. Fyrsti áfangi verði 0,25% stiga lækkun útsvars, tilvitnun lýkur. Og nú þegar rekstrarbati að verða þá rifjast þessi tillaga upp. Það vantar reyndar töluvert upp á að veltufé frá rekstri fari í 11% af skatttekjum en það ætti að takast fyrir lok kjörtímabilsins með við þá tekið aukningu sem að verða. Það ekki ástæða til þess að taka meira af skattgreiðendum en þar til að reka kerfið, því annars stækkar kerfið fyrir sjálft sig. Ég mun ræða mikilvæg verkefni síðar hér í þessari ræðu en vil rifja upp þessa tillögu því að henni fylgir svo stefna okkar sjálfstæðismanna að hafa reksturinn í lagi og leita leiða til þess að létta álögum af borgarbúum. En hlutverk borgarstjórnar og þá fyrst og fremst meirihluta borgarstjórnar hverju sinni því að hann getur samþykkt tillögur og fellt eins og við höfum séð hér allt þetta kjörtímabil í borgarstjórn. Hlutverki auðvitað að taka ákvarðanir hvað sé mögulegt og hvað skuli gert umfram það sem lögskipað er. Og hjá Reykjavíkurborg margt gert umfram það sem lögskipað er. Og þegar kreppi verulega í rekstrinum eins og hefur gert reyndar í ansi mörg ár og hefur reyndar gert lengst af undirstjórn vinstri meirihluti Reykjavík og þá þarf skýrari forgangsröðun. Við höfum verið minnt á þetta ansi oft á kjörtímabilinu. Skýrari forgangsröðun þýðir að grunnþjónusta á borð við leikskóla og grunnskóla sem og þjónusta við aldraða og fatlaða þarf að vera í forgrunni. Okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og borgarbúar hafa tekið undir með okkur finnst að mörgu hefði mátt sleppa á undanförnum árum og nýta fjármagni frekar í grunnþjónustuna. Það sem hefði mátt sleppa sem í daglegu tali kölluð gæluverkefni. En með bættur rekstri þá þurfum við að huga því sem að setja hefur á hakanum og hluti grunnþjónustunar eða ná tengt henni. Miklu tengdara en mörg þeirra gæluverkefna sem ráðist hefur verið í á þessu og síðasta kjörtímabili.
Það þarf að gera betur varðandi félagslegt leiguhúsnæði, en í þeim málaflokki virðist hvorki hafa gengið né rekið á þessu kjörtímabili og ekki heldur því síðasta. Ef við skoðum biðlistan núna, 1. október 2016, eftir félagslegum leiguíbúðum, þá eru 826 á þeim biðlista. 1. október í fyrra, þá voru 713. Þannig að það eru 15,8% fleiri á biðlista eftir félagslegum leiguíbúðum núna en fyrir ári síðan. Miklu fleira ungt fatlað fólk heima en fyrir nokkrum árum vegna þess að úrræði skortur í húsnæðismálum og borgarfulltrúar muna eflaust eftir því að Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi hefur staðið fyrir sérstakri umræðu það hér í borgarstjórn. Hagræðing í skólamálum stór þáttur í þeim 1,8 milljarði sem ákveðið var að skera niður í fyrra. Á árinu 2017 áfram gert ráð fyrir hagræðingu eða 870 milljónir sem væntanlega fyrir heildina ekki bara skólamálin. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfðum lýst því yfir að niðurskurður til grunnþjónustunnar væri of mikill. Það yrði að skera meira niður á öðrum stöðum og gera jafnvel kerfisbreytingar. Og nú spurning hvort meirihlutinn sjái sér ekki fært að láta hluta þess rekstrarbata sem kemur fram í fjárhagsáætlun einmitt renna til skólana til grunnþjónustunnar. Heimahjúkrun og heimaþjónusta mjög vaxandi þjónustuþáttur. Enn eru biðlistar eftir stuðningsþjónustu. Þjónustu heim þarf að bæta og tryggja betur en verið hefur. Fólk þarf að geta treyst í að hún fáist því stefna stjórnvalda hefur breyst og nú áhersla á þjónustan heim en ekki að fólk flytji annað þegar það í þörf fyrir aðstoð, allan upp að vissu marki. Og enn og aftur þá hefur Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi tekið umræðu þetta hér í borgarstjórn. Við áttum fund með öldungaráði 17. október síðastliðinn og þar skildi ég að borgarstjóri hefði gefið það vilyrði að velferðarsvið fengi svigrúm til að bæta þjónustu sína sem að núna gefst því að nú að verða til slaki út af bættu efnahagsástandi og minna atvinnuleysi. Það hefur dregið úr þörf fyrir fjárhagsaðstoð. Þannig að það slaki núna einhverju 100 milljóna. Þannig að velferðarsvið ætti að geta fengið svigrúm til að bæta þjónustu sína. Að minnsta kosti svigrúmið upp á 300 milljónir. Og það spurning hvort að nú sé ástæðan til þess að fara að taka upp tillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að nýta meira og fjárfesta í því sem við höfum kallað velferðartækni. Við stöndum frammi fyrir alls konar tengsla við auðvitað aukna þenslu og á vinnumarkaði. Þá það ekki bara yfirvofandi starfsmannaekla, það starfsmannaekla, það erfitt að ráða á vissar deildir og svið borgarinnar. Og við þurfum að vinna því að gera störf aðlaðandi. Það auðvitað miklu snúnar að ráða með vinnumarkaðan á þenslustigi. Og hvernig vinnum við best að því að gera vinnustæði borgarinnar samkeppnishæfari? Því að við sjáum og höfum rætt hér oftar en einu sinni, að veikindi eru mikil hjá okkar góða starfsfólki, meiri heldur en gengur og gerist á vinnumarkaði, sem að gefur okkur auðvitað ástæðu til að gera betur í starfsmannamálum. Og hvað erum við að gera til að laða fólk að? Jú, vissulega erum við að gera tilraunir með styttingu vinnutímans, en það tekur tíma og tilraunaverkefnið. Hvað annað erum við að gera? Erum við að nýta tæknina nægilega vel? En tillögur okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hafa snúist töluvert að setja fjármagn í tæknina. Hvort sem það heitir velferðartækni til að bæta þjónustu eldri borgara, fatlað fólk og eftir atvikum fleiri sem að þurfa þjónustu, eða hvort það tækni til að bæta aðgengi að vef Reykjavíkurborgar, bæta leitarmöguleika og setja reikninga og annað á netið. Nóturnar á netið höfum við kallað það og fluttum það tillögur ansi oft. Með þessu þá verður nýsköpun hraðar en hún í dag, en lítið gengur. Og þótt við höfum í upphafi kjörtímabilsins talið að Píratar myndu hraða þessu, enda kemur þeir úr tölvuheimum, ef svo mættu orða komast, þá hefur ekkert gerst að ráði þrátt fyrir það. Við sjáum að Kópavogur er komið fram úr okkur varðandi aðgengi að fjárhagslegum upplýsingum og við sjáum fjölda sveitarfélaga með skilvirkara fundarkerfi og gagnagáttir. Nú og talandi að aðstæður sé að batna, sérstaklega ytri aðstæður, því að þjóðarbúið á góðri siglingu á réttri leið,
að þá ætti afkoman í framhaldi af því að við getum bætt þá þætti sem að ég var hér að tala um og eflaust fleiri, þá ætti afkoman að gefa svigrúm til lækkunar útsvarsins. Meirihlutinn hefur reyndar lagt til að það verði áfram 14,52% í löglegu hámarki, en við þurfum auðvitað mjög alvarlega að skoða það hvenær kemur að því að við getum lækka útsvari og lækka álögur á borgarbúa, því að borgarbúar hafa auðvitað tekið þátt í því að takast á við erfiðleika hér eftir þar hrun sem að var haustið 2008. Og ekki bara útsvarið, heldur ætti afkoma Orkuveitu Reykjavíkur líka að gefa svigrúm til lækkunar orkugjalda eða minnstakosti til alvarlegra skoðunar á því, áður en verður farið að greiða út arð. Að því að við erum með í áætlunum til 2020 að þá eru hugmyndir arðgreiðslur frá Orkuveitu Reykjavíkur og þar sem er nú búið að hækka orkugjöldin ansi mikið, þá hljótum við að hugsa til þeirra sem að greiða þau. Og þó ég hef ekki hugsað mér að ræða einstakar fjárfestingar hér við fyrri umræðu, þá langar mig samt að minna á tillögur okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að klára gervigrasvellin á einu bretti. Það reyndar ekki að gera með við áætlun því að það á að setja 135 milljónir á 2017 og 50 2018 og í boltagerðin bæði 2017 og 2018. Það ætti að vera hægt að klára þetta á einu bretti með við það að aðstæður séu orðnar betri. Og þá þetta þá bara forgangsrað upp á nýtt í fjárfestingaráætlun. En góði borgarfulltrúar, mér langar auðvitað til að taka það fram að mikil vinna liggur á bak við þessa fjárhagsáætlun í ráðum og nefndum. Kjörnir fulltrúar koma að þessari vinnu og auðvitað allt okkar frábæra starfsfólk sem að leggur sig fram að vanda til verka. Og mér finnst ástæða til að þakka öllu þessu góða fólki fyrir þeirra framlagi í þessu mikilvæga verkefni. Við erum heppin með starfsfólk, við eigum alveg ótrúlega öflugt starfsfólk á öllum sviðum sem betur fyrr og það er mjög ánægilegt að verða vitni að þeirri miklu fagmennsku sem að ég verð vitni að oft í mínum störfum sem borgarfulltrúi. En frumvarp að fjárhagsáætlun var lagt fram í borgarráði í síðustu viku og síðan fóru kynningar allra sviða og fyrirtækja fram og ég hef svo sem sagt það áður, sagði það við fjárhagsáætlun á síðasta ári að það er betra að vita heildarniðurstöðu fjárhagsáætlunar og skiptingu á svið og fyrirtæki áður en að fara í kynningar. Mér þykja það mjög til bóta. Hins vegar fer væntanlega mesta vinnan fram á milli umræðna og við höfum góðan tíma til að átta okkur betur á frumvarpinu og fara nánar yfir einstök svið við síðari umræðu í byrjun desember þar sem að fulltrúar allra nefnda og sviða munu fara yfir það, formenn, málaflokka og aðrir. Aðeins langar mig til þess að nefna það að húsnæðismálin eru auðvitað ennþá stóra málið hjá okkur í Reykjavík. Skortur á lóðum skapar hærra lóðaverð. Það ýtir upp verði fasteigna og fasteignamati hækkar í Reykjavík, þannig að fasteignagjöld hækka og við verðum að fara yfir að við síðar umræðu hvernig draga má úr þeim auka kostnaði sem eigendur fasteigna að verða fyrir vegna þrýstings á fasteignamarkaði og verð hækkana. Þetta eru mikla fjárhæðir. Alveg sama hvort að þú ert eigandi fasteignar íbúðarhúsnæðis eða atvinnuhúsnæðis. Og allt þetta gerir fólki erfiðara fyrir við að kaupa og eða leigja. Og þetta að gerast auðvitað á vakt ykkar í meiri hluta þessara 4 flokka sem ætlaði að gera mjög mikið í húsnæðismálum eins og við skildum kosningalóðurinn. Og það sem að gerast í húsnæðismálum fyrst og fremst á vegum einkaaðila og félagasamtaka en það vantar fleiri lóðir fyrir fjölbreyttari húsagerðir og það mun vanta í öll mörg ári viðbót verði engin stefnubreyting, til dæmis varðandi meira byggingaland í Úlfarsárdal. Forseti, ég hef hér með farið yfir það helsta í fyrri umræðum fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. Ég veit að það verður hér eftir sem hingað til gott að leita til starfsfólks með spurningar sem að tengjast yfirferð milli umræðina. Það hefur aldrei staðið á því. Þegar að fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 var lögð fram að meirihlutanum þá átti að ná að uppfylla skuldareglu sveitarstjórnarlaga á árinu 2018 að vera með samstæðu borgarinnar undir 150% skuldahlutfallinu. Það ljóst að það næst ekki fyrir 2020 úr þessu. Og við skulum hafa í huga að Reykjavíkurborg með undanþágu frá skuldareglu sveitarstjórnarlaga,
hvað Orkuveitu Reykjavíkur varðar. Við síðari umræðu þá, eins og ég sagði áðan, förum við nánar yfir sviðin sem og 5 ára áætlunina, sem eru auðvitað mjög næm fyrir alls konar utanaðkomandi breytum. Og við síðari umræðu munum við leggja fram tillögur þau atriði sem við teljum mikilvægt að breyta forgangi á, taka upp í fjárhagsáætlun eða jafnvel fella niður. Forseti, ég hef lokið máli mínu þetta. Ég hef hins vegar með fyrirspurnir til borgarstjóra við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar. Vill forseti að ég lesi þær núna eða síðar? Núna. Besta borgarstjóri fá að hafa þær hjá sér á meðan. Og þær eru 11 talsins og það óskað eftir að svörum við þeim fyrir síðar umræðu fjárhagsáætlunar. Og það fyrst, hvað var mikið malbika í sumar, lengdir gatna sem og magn sem og kostnaður. Önnur spurning, hver var niðurstaða samráðshóps sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og vegagerðarinnar malbikunarþörf og áætlun til að stemma stigu við niðurbroti gatna á höfuðborgarsvæðinu. Kannski taka það fram, forseti, að þetta ekki endilega nákvæmlega lýsingin á samráðshópum, en ég held að skiljist alveg ágætlega við hvað átt. Þriðja, hver staðan á tækjakaupum og búnaði hjá borginni til snjómoksturs og þrifa, tækjum að fjölga eða fækka í eigu borgarinnar? Fjórða, hver þróun fasteignagjalda hjá Reykjavíkurborg á kjörtímabilinu? Hver var þróun fasteignagjalda íbúðarhúsnæði skipt eftir hverfum? Við eigum þróun fasteignagjalda vegna hótela, við fengum þau svör mjög vel sundurliðuð og mjög vel útfærð í sumar, eigum það. Hver þróun orkugjalda hjá Orkuveitu Reykjavíkur á síðustu 2 kjörtímabilum? Það enn staðfest skoðun meirihlutans í Reykjavík að beina því ekki til stjórnar Orkuveitunar að kanna möguleika á lækkun orkugjalda? Hvað eru langir biðlistar eftir félagslegu leiguhúsnæði hjá Reykjavíkurborg? Hversu lengi ætlar Reykjavíkurborg sér að vera að koma til móts við þá þörf? 7. Hvað hefur félagslegum leiguíbúðum fjölgað mikið á Reykjavíkurborg frá og með árinu 2010 með stöðu á hverju ári fyrir sig? 8. Hver rekstrarleg niðurstaða á akstri fatlaðs fólks? Stóðust áætlanir? Sjáum á aukningu til skýringar við þessa spurningu, sjáum á aukningu í fjölda ferða 1,7% síðasta árið en 15% fækkun þeirra sem að nýta þjónustuna ef við miðum við 1. október 2016 frá 1. október 2015. 9. Hver áætluð þjónustu aukning vegna fjölgunar aldraða næstu 20 árin? Hvernig ætla meirihlutinn að sinna því að gera borgina reiðubúna fyrir þá stóru áskorun? 10. Hvaða fjármagn hefur farið í verkefni vegna nýsköpunar í málefnum aldraðra? Og 11. og síðasta spurningin, hvaða fjármagn hefur farið í verkefni vegna nýsköpunar í málefnum fatlaðra? Og ég væntanlega sendi þá þessar spurningar líka á forseta og ritara. Þar með lokið máli mínu. Þá hefur Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Mínútur, það ekki heldur lítið. 2 tímar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, mér ætlað hér að tala í 2 klukkutíma. Það frábært, eða ég allavega hef rétt á því. Ég get nú ekki lofað að ég nýti alla þá heimild. En við erum nú að leggja fram fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun fyrir árin 2017 og 2021 og eins og borgarstjóri kom ágætlega inn á í löngu máli sínu, þá hagur okkar að vænkast og það vel. Var nú kannski tími til kominn, segja margir. En það auðvitað því miður þannig í því samfélagi sem við höfum byggt upp hér og með það peningakerfi og það peningastefnu sem við búum við, að þegar að hagurinn fer að vænkast, þá kemur yfirleitt einhvers konar áfall, tengt stöðu krónunar eða eitthvað slíkt, sem gerir það verkum að allar hérna góðu vonir batnandi tíð, þær fara fyrir lítið.
og það á við ýmislegt, það launaþróun og vöruverð og ýmislegt og af því að menn hafa nú verið að nefna hér ákvörðun kjararáðs sem að kom vægast sagt eins og blöð tuska framan í fólk ég ætla ekki verið í gær sem að þessar fréttir bárust af ákvörðun kjararáðs að þá það enn eitt dæmið þennan óstöðuleika þar sem að ákvarðanir eru teknar í einhvers konar risastökkum og það auðvitað svo maður tala nú bara það, ég held að sé ekki hægt að koma inn upp á þess að nefna þetta og það gengur auðvitað ekki eftir að hækkanir þeirra sem að heyrundir kjararáð komi í þessum risastökkum og þess utan að þá sýnist mér nú að sé eitthvað bogi við það reiknilíkan sem verið að notast við. Ég held að það sé alveg ljóst að við hérna í borgarstjórn, ég held ég geti nú talað fyrir munn allra, að okkur hugnast ekki að hækka laun með þessum hætti og ég held að það sé alveg ljóst að ef Alþingi mun ekki draga þessa hækkun tilbaka þá verðum við að bregðast við því með einhverjum hætti. En það að sama skapi mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa skýra viðmiðun þannig að við séum ekki í einhvers konar sjálfsútreikningi á launum frá mánuði til mánaðar þetta auðvitað hugsanlega verðum við bara að lækka það hlutfall af þingfararkaupi sem ræður en ég ætla nú að leyfa mér að segja það að ég gef mér að Alþingi muni bregðast við þessari ákvörðun með einhverjum góðum og skynsamlegum hætti. Ég held að við verðum að gefa nýju Alþingi sem ekki ennþá hefur tekið sæti. Við verðum að gefa þeim þá forgjöf að svona ákvarðanir verði ekki látnar einhvern veginn líða hjá óbreyttar. Því að þetta auðvitað ekki góð leið til þess að endurnýja traust til Alþingis eða skapa sátt í samfélaginu. Við getum öll verið sammála um það. Við sem myndum hér meiri hluta, Samfylkingin, Björt framtíð, Vinstri græn og Píratar, við höfum á þessum rúmum 2 árum sem við höfum verið hér, höfum auðvitað gengið í gegnum það hefur verið svona okkur hefur verið þröngt sniðinn stakkurinn og þurft að spara víða og auðvitað það svo að þessi batnandi afkoma borgarsjóðs, hún auðvitað ekki bara tilkomin af ytri aðstæðum, þetta vita svo sem allir, en það hefur starfsfólk hér borgarinnar unnið hörðum höndum að því að hagræða gríðarlega mikið og markvisst og með góðum árangri. Við sjáum það að ef við rýnum í tölurnar að þá sjáum við að þar sem að möguleikar eru til hagræðingar þá hafa þeir verið nýttir nokkuð vel og það auðvitað ánægjulegt að sjá þann árangur. En það líka dálítið mikilvægt að við ímyndum okkur ekki að nú séum við komin á þann stað að hér séu bara allar flóðgáttur opnar, hér séu allir vasar fullir af gulli og við getum látið alla drauma allra rætast. Það í fyrsta lagi langur við frá og svo í öðru lagi að þá það bara ekki sérstaklega góð eða skynsamleg hugsun eða hugmyndafræði. Við þurfum að vera ákveðin í forgangsröðuninni áfram og það má að mörgu leyti segja að það sé kannski enn snúnar að forgangsraða á uppgangstímum eða þegar vel gengur
og það verður vonandi okkar verkefni. Hér auðvitað ríkt stöðuleiki í nokkra mánuði eins og maðurinn sagði og við skulum vona að hann ríki nokkra mánuði viðbót. En eins og sérfræðingar á fjármálaskrifstofu eru óþreytandi að benda á að þá er nú kannski ágætt að búa sig undir heldur dekkri tíma og þeir geta raun og veru komið nokkuð fyrirvara lítið. Ég ætla í minni ræða að fara nokkrum orðum og stiklast yfir helstu fjárfestingatölur í borginni næstu 5 árin og ég mun nú fókusera aðalega á það sem snýr að A-hlutanum en fjárfestingar í B-hlutanum, það er Orkuveitunni, Faxaflóahöfnum, byggðasamlegunum, strætó, sorp og slökkviliðinu er einnig umtalsverðar og það er auðvitað sérstaklega í Orkuveitunni. Og bara af því að við erum af því að Orkuveita barst nú hér í tal í máli þeirra sem töluðu hér á undan mér að þá er það auðvitað eitthvað sem við þurfum að taka afstöðu til, það er að segja hvernig nú þegar hefur tekist að snúa þessum rekstri við, það hefur skuldir hafa lækkað allverulega og það er ekkert langt í það að þær verður komnar á þann stað að þær séu bara mjög svona vel viðráðanlegar. Það er auðvitað háð stöðuleikanum sem eins og ég segi hefur ríkt hér í nokkra mánuði en þessi lán eru auðvitað í erlendri mynt og gengið er að styrkjast og ef það veikist nú aftur og þá hækka þessi tölur á ný en hins vegar eru lánin í því formi í dag að það er mjög viðráðanlegt að borga af þeim jafnvel þó að einhverja sveiflur séu til staðar og það er auðvitað mikil breyting frá því sem var þegar að ég kom hér til dæmis fyrsta málum 2010 þegar að var alls þetta svo óvíst að væri hægt að standa undir þeim skuldbindingum sem að fyrir lágu. Og varðandi Orkuveituna þá að það heldur ekki að vera eitthvað sérstætt markmið að þar fari fram einhver gríðarleg sjóðsöfnun sem það væntanlega myndi gæti og hefur gert í fortíðinni leitt til svona dálítið vondrar ákvarðanatöku. Það getur einfaldlega verið varasamt og kannski ekki sérstaklega hollt eða gott að eiga of mikið af peningum. Og þá er spurningin hvernig við eigum að verja því. Ég held að sé algjörlega augljóst að borgarsjóður sem hefur staðið við bakið á Orkuveitunni þegar á hefur þurft að halda og í raun og veru kreppt skóinn hjá sér allverulega til að koma Orkuveitunni yfir þá miklu erfiðleika sem hún stóð frammi fyrir, að auðvitað er það eðlilegt að hluti þess ábata sem þar myndast renni til eigandana. Það eru eiganda sveitarfélögin sem eru Reykjavík, Akranes og Borgarbyggð. Önnur sveitarfélög hér í kring sem eru jú vissulega að kaupa vöru Orkuveitunar, heitt vatn og rafmagn og jafnvel fráveitu. Þau auðvitað voru ekki í þeirri stöðu að þurfa að taka reyna ábyrgð á þessu fyrirtæki. Það er alveg rétt, það er engin ástæða til að hafa gjaldskrár hærri en eðlilegt er. En það er hins vegar líka eðlilegt að eigandinn fái ábata af því að hafa komið fyrirtækinu til bjargar þegar á þetta að halda og bera á því raunverulega ábyrgð. Og mér finnst það mjög mikilvægt, en þetta er eitthvað sem við þurfum bara að hugsa vel. Og eflaust verður niðurstaðan svo að við förum einhvers konar svona blandaða leið. En það eru mjög skýr viðmið varðandi gjaldskrár Orkuveitunnar í eigendastefnu og það sýnir einfaldlega hversu mikilvægt það er að fyrirtæki eins og Orkuveituna hafi skýra eigendastefnu frá skilaboð frá eigendur sínum hvernig ég haga hlutunum. Aðeins bara að gefnu tilefni að þá langar mig að því ég er að fara að fjalla hérna fjárfestingar að mér langar að ítreka mikilvægi þess að rugla ekki saman umræðu fjárfestingar og umræðu rekstrakostnað. Því að samkvæmt sveitarstjórnarlögum þá skulu rekstrakostnaður og fjárfestingar vera aðskildar með skýrum hætti og það er ekki gert ráð fyrir að fjármagna rekstrakostnað til dæmis með lántöku eða á handbæru fé, heldur skulu skatttekjur og aðrar tekjur standa undir rekstri og því að sjálfsögðu ekki hægt að stilla upp dæmi þar sem að hætt er við að verja ákveðnu fjármagni til ákveðnar til dæmis vegaframkvæmdar
og ætla að verja þeirri upphæð í til dæmis rekstur leikskóla. Og það hefur svona aðeins örlað á því að menn hafi ýjað að því að þetta sé hægt. Þetta að sjálfsögðu ekki hægt, en hins vegar þá hægt að hætta við fjárfestingar. En það skilar sér ekkert það fjármagn skilar sér ekki með beinum hætti inn í reksturinn. En hins vegar í allri fjárfestingaráætluninni gert ráð fyrir að auknu rekstrarkostnaði sem að verður til vegna fjárfestingarinnar og honum sé varpað inn í rekstraráætlunina eins og lög gera ráð fyrir. Og þannig má gera sér grein fyrir því hver rekstraráhrifin af hverju fjárfestingu eru. Og það auðvitað mjög mikilvægt að við séum algjörlega með það á hreinu. Og það tekið tillit til mismunandi reglna útreikninga á því, innri leigu og þess að sumar fjárfestingar taka með sér aukinn launakostnað og svo framvegis. Og þetta allt mjög mikilvægir útreikningar þegar við erum að forgangsraða fjárfestingum okkar. Og sem dæmi að það var það þannig hér á hrunárunum að þar var fókuserað á fjárfestingaverkefni sem ekki leiddu af sér aukinn rekstrarkostnað. Vegna þess einfaldlega að það var ekkert fé til þess að bera aukinn rekstrarkostnað. En hins vegar á sama tíma var mjög mikilvægt að halda hér uppi atvinnustigi þegar ekkert var í gangi. Og ég vil nú meina að við höfum staðið okkur nokkuð vel í því. En sem sagt það ekki hægt að taka fé beint úr fjárfestingu og færi yfir í rekstur. En þetta nú bara svona útúrdúr sem að ég hérna svona kannski gefnu tilefni. En borgarstjóri tæpti nú aðeins á helstu tölum varðandi heildarfjárfestinguna og heildarfjárfesting Reykjavíkurborgar og samstæðunnar töluvert hærri á tímabilinu sem hér til umfjöllunar, 5 ára tímabili heldur en hefur verið undanfarin ár. Fjárfestingarnar aukast nokkuð í prósentum sem hlutfall af tekjum úr 14,6% í 23,6% frá árunum 2015 til 2018. En svo sjáum við fyrir okkur að það lækki aftur í svona 12% af tekjum eftir það. Og það líka annað sem umhugsunarefni og það í raun og veru hvert eðlilegt fjárfestingastig sveitarfélaga. Nú talað mjög það að þar sem að mikið fjárfest á hennum frjálsa markaði af einkaaðilum, að þá eigi sveitarfélag og hið opinbera að draga saman í fjárfestingu. En það auðvitað þannig fyrir borg í vexti eins og Reykjavík að það ekkert svo auðvelt að ákveða bara að draga úr fjárfestingu 1 ár, af því að við erum hér í innviðauppbyggingu. Eigum við þá bara ekkert að hafa skóla í Úlfarsárdal eða? Eigum við bara að bíða eftir að einkamarkaðurinn fjárfesti í sínum hótelum og það sé engin skóli á meðan? Það auðvitað gengur ekki upp og fyrir utan það þá auðvitað fjárfesting okkar í raun og veru sára lítið brot af heildinni. Þannig að við þurfum aðeins að hugsa það hvernig þetta framkvæmt. En það auðvitað hins vegar algjörlega ljóst að þegar við erum að framkvæma þegar að framkvæmdastig í landinu hátt að þá auðvitað borgum við meira fyrir hverja framkvæmt. Og það auðvitað talsverður mínus. Árið 2017 áætlaðir rúmir 14 milljarðar til fjárfestinga í borginni í A-hlutanum. 14 milljarðar 200, nei, þetta nú líklega röng tala, ég held að það verið 14.158.572.000 ef ég mann rétt. Líklega, þetta einhver röng tala slæðist hérna inn hjá mér, en þetta talan ef ég mann rétt. Tekjur af gatnagerðargjöldum áætlaðar 3,4 milljarðar. Og netto fjárfestingi því 10,7 milljarðar rúmir sem eru fjármagnaðir að 28% hluta minnir í lántöku og síðan með sölu lóða fasteigna og svo veltu fyrir frá rekstri. Og hann á synd að Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, skuli ekki vera hér í salnum því að ég hræddur að ég muni ekki sérstaklega nefna veltu fyrir frá rekstri á öðrum stað í minni ræðu. En Halldór hefur verið öddull talsmaður þess að við horfum mjög til þessari kennitölu.
sem að bara mjög gott mál. Hins vegar þá eins og borgarstjóri kom inn á og sýndi framhjá hér á hansi velframsettu grafi á glæru hér á veggnum að þá á móti nýrri lántöku greidda niður skuldir þannig að skuldir aukast í raun og veru ekki þráttur að við stöndum hér myndarlega að því að endurnýja innviði og byggja upp nýja. Heildarfjárfesting A-hlutans á 5 ára tímabili hins vegar yfir 60 milljarðar og að frádregnum gatnagerðargjöldum ríflega 45 milljarðar og heildarfjárfesting samstæðunar samkvæmt þessari áætlun sem við erum með hér í höndunum tæpir 170 milljarðar. Það auðvitað mjög stór hluti í Orkuveitu Reykjavíkur og að einhverju marki þurfum við að skoða hana nánar en ég kem kannski að því síðar. Hlutfall fjárfestinga í A-hlutanum í 5 ára áætluninni skiptist þannig að 48% fara í gatna- og umhverfisframkvæmdir, 37% í fasteignir og stofnbúnað og 15% í aðrar fjárfestingar. Og ef við skoðum hlutfall fjárfestinga í fasteignum og búnaði eftir málaflokkum að þá eru skólamálin fyrirferðarmest, 10 milljarðar á næstu 5 árum, 74% í grunnskólan og 26% í leikskólan. Það verður að vari rúmlega 2,2 milljörðum á næstu 5 árum til fjárfestingatengdum menningarmálum og þar er langstærstu hluti, eða 40% í framkvæmdir í Úlfarsárdal og Grófarhús, 32% þar. Síðan Borgarleikhúsið, það tekur alltaf til sín töluvert mikið fé, það þarf þar að viðhalda búnaði og öðru slíku og það áætlað að 13% þessar upphæðar fari til Borgarleikhúsins. Og aðrir þættir vega svo mun minna. Nú það fara tæpir 7,3 milljarðar í framkvæmdir til íþrótta uppbyggingar og vega framkvæmdir í Úlfarsárdal það mjög þungt, það 56% af þeirri upphæð. Til uppbyggingar velferðarúrræða varið rúmum milljarði á tímabilinu en þess ber að geta stærstur hluti fjárfestingar sem að tengist velferðarsviði fer fram í gegnum félagsbústaði og það auðvitað þannig eins og borgarstjóri sýndi hér að bara í húsnæðisuppbyggingu að þá hér á næsta árum ríflega 10 milljarðar sem að eru áætlaðir í það og búsetuúrræði og önnur slík uppbygging auðvitað fjárfestingin fer fram hjá félagsbústofum en svo kemur það að fullum þunga inn í rekstur A-hlutans, velferðarsviðs. Svo ýmsar aðrar framkvæmdir á tímabilinu sem eru áætlaðar um 2 milljarðar. Nú af einstökum framkvæmdum sem að hér á vettvangi borgarinnar þá eru nú 2 umsvifamestar eða umfangsmestar getum við sagt. Það leik- og grunnskóli í Úlfarsárdal og það sem að honum fylgir til bara leik- og grunnskóla hlutans áætlað að vera 980 milljónum á árinu 2016 sem við erum nú á og síðan 1650 milljónum króna árið 2017 og samtals til ársins 2019 þegar áætlað að þessari byggingu ljúki þá þetta 3,2 milljarðar rúmir og þetta eru 45% af fjárfestingu skóla- og frístundasviðs á árunum 2017 til 2021. Við þetta bætast svo eins og ég segi ríflega 4 milljarðar vegna byggingu sundlaugar og íþróttahúss, 900 milljónir í menningarmiðstöð og þessi fjárfesting því að nálgast 10 milljarða ef að teknum með íþróttavöllur og útiaðstaða. Og heildarfjárfestingin í Úlfarsárdal vegna skóla og menningar og miðstöðar og íþróttamannvirkja og þess alls eru í heildina með því sem þegar hefur varið held ég 14 milljarðar og þá nú kannski ágætt bara svona til við höfum það í samhengja því þetta gott dæmi að ágætt að velta fyrir sér hvaða tekjur hafa komið á móti þessari fjárfestingu
En sala lóða að gefa líklega af sér eitthvað 8 milljarða þegar allt talið og þá eru ég með að það séu 580 íbúðir á nýjum lóðum sem við erum með í skipulagsferli og það þýðir ef þetta dregið frá að nettó fjárfestingin enga síður 6 milljarðar. Þá erum búin að draga frá allar tekjur sem hafa skapast eða eru áætlaðar. Þannig að það auðvitað ljóst að uppbygging á svona nýjum hverfum eins og þarna að ræða, hún mjög dýr og það í raun og veru ekki þannig að það fáist að fullu með þeim gatnagerðargjöldum og öðru slíku sem að fást við uppbyggingu hverfisins að þá færðu í raun og veru alls ekkert nálægt upp í þann kostnað sem að leggja þarf út í til þess að halda þar uppi, búa þar til í raun og veru lágmarks innviði. Og það ágætt að nota bara Ólafsárdalinn, hann bara gott dæmi og við getum notað þetta sem svona módel kannski. Nú annað umfangsmikið verkefni Klettaskóli. Þar eru áætlaðir yfirlega 1,5 milljarður í byggingu á tímabilinu, auk þess sem þegar til fallið og þar að vera 900 milljónar næsta ár og 550 árið 2018 og þá verður væntanlega byggingin tekin í notkun í kjölfar þess að fullu. Nú við erum með frjálsíþróttavöll í Suður-Mjódd á framkvæmdaáætlun næsta árs. Það 560 milljóna framkvæmd og hún unnin að mestu á næstu 2 árum. Af því hér var minnst á gervigrasvelli og boltagerði að þá auðvitað var bara farið í metnaðarfulla áætlun að endurnýja þessa gervigrasvelli, ekki bara skipta út gúmmíinu, heldur að nýta tækifærið og skipta endurnýja þessa velli sem eru margir komnir á tíma eða raun og veru allir komnir á tíma, aðeins mismunandi eftir árum og þar verið að í þetta verið að leggja 340 milljónir, langstærstur hluti á næstu 2 árum og af því að hér var sagt að þetta að gera strax að þá vil ég nú bara nefna það hér að ötulir talsmenn þess að farið sé í þessa í að losa út þetta gúmmi sem að talið skaðlegt, þeir hafa lýst yfir mikilli ánægju með þann framkvæmdahraða og þá framkvæmdaáætlun sem hefur verið sett upp hér á borginni og telja hann að lýsa miklu metnaði og hafa lýst yfir fullum stuðningi við þetta. Og það mjög ánægjulegt hægt að koma til móts við fólk með þessum hætti. Því að vissulega viljum við ekki vera ábyrg fyrir því að vera hér með umhverfi sem að getur talist skaðlegt allra síst þegar börn að ræða. Hins vegar svo önnur spurning að því að við erum líka að verja miklu fé í endurnýjun skólalóða, bæði leik- og grunnskóla, að þar tel ég að við þurfum hugsanlega aðeins að fara í kannski aðeins nánari greiningu á því hvernig skólalóðirnar okkar eiga að vera. Á þetta að vera einhvers konar tartanklætt teppi sem að örsilega mun fela í sín mikinn viðhaldskostnað þar sem að ströngustu viðmiðum auðvitað fylgt og búið svo hnútana að það sé nánast útilokað að börn geti meitt sig að leik. Það auðvitað alveg nýtt í heimsögunni ef það hægt að búa til þannig umhverfi og það auðvitað þannig að náttúrulegt umhverfi til dæmis inn á skólalóðum það orðið metið sem hættulegt og þar með talið til dæmis bara tré sem hugsanlegt að klifra í. Og ég segi fyrir mína parta að mér finnst við vera kannski komin á hugsanlega svolítið skrítinn stað þegar að matið orðið með þessum hætti. En hins vegar þá varið verulegu fé í endurnýjun skólalóða og ég vona að við getum gert það með skynsamlegum og góðum hætti, gert þessar lóðir öruggar og fallegar
en jafnframt sé til þess að þær séu svona viðráðanlegar þegar kemur að viðhaldi. Nú önnur stór framkvæmd sem að ekki hægt að annað en nefna og gríðarlega jákvætt og gott mál, sérstaklega ekki síst núna svona þegar við erum að njóta ávaxtana af hinni miklu ferðamannasprengju. Það er auðvitað Sundhöllin í Reykjavík sem er að eins og borgarstjóri kom inn á, fagna 80 ára afmæli sínu. Það er kannski viðeigandi að það á að vera 880 milljónum á tímabilinu. Miklir fjármunir en munu auðvitað skila sér með ýmsum hætti, bæði með auknum tekjum og svo auðvitað bara sem aukin samfélagsgæði. Hjúkrunarheimili á Sléttuvegi er mjög ánægjulegur áfangi að það sé nú loks hilli undir að það verði byggt. Það er gert ráð fyrir að það verði tilbúið 2019. Hlutur borgarinnar í því er tæpur hálfur milljarður og þess má geta að Reykjavíkurborg hefur lýst sig tilbúin að gera annan sambærilegan samning við ríkið byggingu heimilis í Grafarvogi. Og það er óskandi að það geti náð í gegn og sé hægt að semja það sem allra fyrst. Og auk þess erum við að verja einum 500 milljónum á tímabilinu í allskyns í ákveðin skammtíma og dagvistunarverkefni. En síðan ef að þið skoðið fjárfestingaáætlunina vel að þá sjáið þið að það er ansi mikil umsvif vegna nýbyggingahverfa. Það er mikið að vera í borginni eins og hefur verið komið hér inn á. Mikil uppbygging í gangi. Það koma inn heilmikla tekjur á lóðasölu í þessum nýbyggingahverfum eins og dæmið í Úlfarsárdal sýnir, en þó ekki svo, allavega dæmið ekki þar þannig að það standi algjörlega undir innviðuppbyggingunni, en við höfum líka verið að prófa ný módel í til dæmis Vogabyggð sem er eitt af þessum nýbyggingahverfum eða hverfi sem eru endurnýjun, þar sem að við leggjum á svokallað innviðagjald og gerum það í samvinnu og samráði við þá aðila sem eru þar fyrir og ég held að það sé módel sem að við verðum að þróa enn frekar, þar að segja að aðilar sem að byggja upp að þeir greiði sérstakt innviðagjald til þess að standa undir nauðsynlegri þjónustu sem að verður á svæðinu, því að svo munum við auðvitað þurfa að standa straum á rekstrinum með annars vegar útsvari og hins vegar fasteignaskattum. En fyrir utan Vogabyggðina þá er auðvitað Hlíðarendinn að fara hér í uppbyggingu sem og Skerjafjörður vonandi fyrir en síðar. Gríðarlega spennandi hverfi sem að þar mun rísa. Það var spurt hérna varðandi, ég heyrði það nú bara, þannig að ég kannski nefni það aðeins varðandi vetrarþjónustuna, en það er heilmikið átak í gangi í kaupum á dráttarvélum til umhirðu borgarlagsins og sú fjárfesting mun auðvitað gera borgaryfirvöldum kleift að sinna vetrarþjónustu enn betur en verið hefur og greiða leið borgaranna í hálkunni. Þannig að en það svar sem að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson mun fá verður auðvitað ítarlegra, en þessar tölur koma nú nokkuð skýrt fram og líka í kynningu sem að borgarfulltrúum aðgengileg frá fjárfestinguna. En það hefur gengið vel að bæta í þessa vetrarþjónustu og auðvitað það sérstaklega jákvætt hvað okkur hefur gengið vel að halda götu og göngu og reiðhjólsstígum opnum. Það er eins og kannski gefur að skilja og maður ekki annað að líta hér yfir salinn til að sjá að hér allir með tölvur einhvers konar fyrir fram að sig eða litla tölvu í höndinni sem að stundum er kallað sími og fjárfesting í tölvubúnaði og hugbúnaði á vegum borgarinnar á
næstu árum allveruleg, því að á næstu 5 árum gert ráð fyrir 2,4 milljörðum í fjárfestingu í þessum liðum og það dreifist svona nokkuð jafnt yfir tímabilið og þar þar þurfum við líka aðeins að skoða hvernig við höfum fjárfestingunni. Það hefur verið stefnan að reyna til dæmis varðandi hugbúnað, að reyna að nýta sem allra mest hugbúnað sem telst vera opin, svo kallað open source hugbúnað, því að auðvitað leyfiskyldur hugbúnaður eins og til dæmis frá Microsoft og fleirum. Þetta auðvitað gríðarlegir fjármunir sem fara í þetta. En það svona, fólk kannski LibreOffice hefur ekki alveg náð að slá í gegn á sama hátt og Word og Excel og vissulega ákveðin gæðamunur á þessum vörum, sérstaklega kannski þegar kemur að töflureikninum. En við eigum auðvitað að fókusera á að nýta opin hugbúnað eins og mögulegt en vissulega getur notkun opins hugbúnað leitt af sér ákveðin rekstrakostnað en það þarf að vega og meta hvort borgar sig. Við erum að taka hér í notkun reglulega hugbúnað sem auðvitað leyfiskyldur og það mun aldrei vera þannig að við getum algjörlega hætt því en þessi svona þessi opni hugbúnaður, hann auðvitað verða algengur og algengari og það auðvitað tengist líka opnun gagna að því meira sem við náum að opna okkar gögn, þeim mun meira kannski getur fólk út í bæ tekið gögnin og unnið úr þeim eitthvað sem samfélaginu til góða. Og oft í þessu dæmi nefnt að strætó til dæmis, það öll gögn strætó opin og það getur hver sem í sjálfu sér nálgast þau og byggt upp einhvers konar hugbúnað á þeim gögnum. Hins vegar það nú svo að strætó appið, það hefur nú reynst best en maður veit aldrei. Nú síðan annað dæmi tengt þessum svona kannski tölvumálum og þessum svona framtíðarheimi, framtíðin eiginlega komin og það svokölluð smartvæðing borgarinnar sem svona hægt og bítandi að komast á skrið og hugtakið smart city eða snjallborg, það mjög vítt hugtak og sumuleyti svo litið órætt. En þó svona ákveðnir stólpar í því sem eru algjörlega ljósir inn í þessari hugmyndafræði og þar má nefna til dæmis ljósastaura sem í framtíðinu mun vega meira hlutverki en þeir gera í dag og ljósastaurarnir í borginni eru smám saman að ganga úr sér, þeir eru orðnir fjörgamlir og í stað þeirra sem fyrir þá munu koma staurar sem að margir hverjir verða nettengdir og mun geta miðlað og safnað upplýsingum og þær upplýsingar munu nýtast við fjölmargt. Við sjáum ekki fyrir nema brota því. Augljósasti ávinningurinn auðvitað þarna verður hægt að nýta þessar upplýsingar í umferðarstýringu og fleiru og auk þess þá auðvitað að fara að LED-væða alla lýsingu. Perurnar sem við notum, þær standast ekki lágmarks umhverfiskröfur lengur og við erum svo sem bara að klára þann lagar sem til öll ljós verða LED-vædd og þó að það sé auðvitað heilmikil fjárfesting að þá mun hún borga sig til lengri tíma og orkusparnaður til dæmis af því að nota LED-perur á móts við gömlu perurnar, hann er gríðarlegur en það hins vegar svo að þessi og líki viðhaldi, það miklu minni viðhaldskostnaður við að nota þessar LED-perur en þetta kostar og ég það áætlað að tæpum 2,3 milljörðum verði varið í þessa endurnýjun á næstu 5 árum og það dreift í aft yfir tímabilið.
Annar mjög mikilvægur þáttur í smartvæðingu er auðvitað hinn rafræna þjónusta og tæknilausnir sem að ýmsir hér, borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir og ekki síst borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir hafa talað fyrir í tengslum við velferðarmál. Það er Smart City verkefni í mjög hreinni mynd og mjög víða heim verið að gera mjög spennandi tilraunir varðandi hvernig megi nýta þessi snjallborgar hugmyndafræði í þjónustu við fólk heima hjá sér. Það er að segja að það þurfi ekki að sækja þjónustu á einhverja staði og ekki bara heima hjá sér, það getur vel verið færanlegt. Mjög merkilega tilraun sem verið að gera til dæmis í Finnlandi með þetta. Ég gerir ráð fyrir að Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, aðeins koma hér inn á rafræna þjónustuverið í ræðu sinni en rafræna þjónustuverið er klárlega snjallvæðing borgarinnar. Það verið nefnt hér að það er mikið átak framundan í viðhaldi gatna og það hefur verið mikið rætt ástand vega á Íslandi. Reykjavík er engin undantekning þar og við erum nú meðal annars höfum getað notið þess að hér er borgarfulltrúi einn sem hefur fengið viðurnefni sem er þessu tengt. Þar er ég sjálfsagt að tala borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sem að í það minnsta honum hefur hann er formaður umhverfis- og skipulagsráðs, honum hafa verið persónulega eignaðir flestir gallar vegahverfisins hér í borginni. Viðskiptablaðið og örugglega Morgunblaðið líka. Þeir hafa kosið að nefna borgarfulltrúan Hólu Hjálmar og þó ég vil nú meina og mínum mati er þessi nafngift vægast að ómakleg, jafnvel þó hún sé kannski örlítið fyndin, en ég myndi telja líklegt að þetta viðurnefni muni breytast fljótlega á síðum Viðskiptablaðsins og Morgunblaðsins. Enda er áætlað að verja rúmum 6,3 milljörðum í yfirlög og endurgerð malbiks á næstu 5 árum. En svo tala getur auðvitað tekið breytingum og þar kannski skiptir mestu að Reykjavíkurborg hefur leitað eftir samstarfi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og vegagerðina sameiginlegt átak í viðhaldi gatna og endurnýjun gatnakerfisins. Það er mjög mikilvægt að fá vegagerðina inn í þetta verkefni því að stofnaðir í borginni margar hverjir á þeirra ábyrgð. En þar er talað að vinna sameiginlega viðhalds- og endurbóta áætlun fyrir vega- og gatnakerfi borgarinnar og með það að markmiði að bæta enn frekar þjónustu, auka þjónustustigið. Vegagerðin og Reykjavíkurborg munu leggja mat á kostnað við þetta átak og nauðsynlegar framkvæmdir, auk þess að meta mjög mikilvægan hlut sem slit vegna aukinnar umferðar og vaxandi ferðaþjónustu, bílaleigubílar og rútur. Ég kem nú aðeins að því seinna. Nokkur nagladekki auðvitað, við vitum að hún spænir upp malbikinu og allir þessi bílaleigubílar eru á malbiki, borga ekki neitt fyrir það. Þannig að kostnaðurinn fellur á skattborgara og það er annar hluti þess samkomulags er að Vegagerðin og Reykjavíkurborg munu draga saman þær rannsóknir sem liggja fyrir gatnagerðin og malbikslagninnar og væntanlegan endingartíma og taka inn í þetta umhverfissjónarmið og hugsanlega hvort það sé hægt að nota önnur efni þannig að malbiki nýtist betur og svo framvegis. Þetta hefur allt verið rætt hér margoft í þessum sal og allir hafa skoðun á þessu en allir eru einlega líka sammála að þetta þurfa að greina sem og líka hvað áhrif bara veðurfar eins og hefur verið hér undanfarið hefur. En ég myndi halda að ekki seinna en árið 2018 þá verði borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson uppnefndur eitthvað annað, hraðahjálmar eða sléttuhjálmar eða eitthvað, enda fyrir sig að það verður mjög slétt yfirborð gatna hér í borginni þá, einstaklega slétt og fellt. Allavega ekki bóluhjálmar því að þetta er engin bóla, þetta er verkefni sem mun vara og taka töluverðan tíma og er auðvitað viðvarandi fyrir enn og veru. En það er auðvitað þannig að með batnandi hag þá
þá lögð mikil áhersla á að vinna upp það viðhald sem skorið var niður í kjölfar efnahagshrunsins. Það voru ákveðnir hlutir sem voru aðeins settir á ís. Það var alltaf vitað að það myndi ekki ganga að eilífu og einhvern tíma kæmi það þyrfti að framkvæma þetta og nú sem sé komið að því. En það þessi stóraukna umferð sem hefur auðvitað líka, ég hugsa ekki, í raun miklu meiri áhrif en það viðhald sem við frestuðum og þessi stóraukni fjöldi ferðamanna á bílaleigubílum. Og ég vil í því sambandi ítreka það sem borgarstjóri kom inn á í sinni ræðu. Það auðvitað ákaflega ósanngjarnt að ekkert af þeim gríðarlegu tekjum sem að koma í ríkissjóð með beinum hætti vegna þessa ferðamannastraums sem að við förum ekki varhluta af hér í Reykjavík skuli renna til sveitarfélaga. Það ekkert af olíugjaldinu, það ekkert af virðisaukaskattinum og ekki einu sinni gistináttagjaldið. Og það náttúrulega gengur ekki. Sveitarstjórnarfólk á öllu landinu verður að sameinast að fá þetta óréttlæti reiðrétt og fyrsta skrefið að sammælast að hækka gistináttagjald. Það hefur náðst samstaða það að ég held í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga og að það renni að fullu til sveitarfélagana, annars vegar beint til þess sveitarfélags þar sem það á uppruna sinn, óskandi að það verði svona 2/3 og síðan það sem eftir stendur í framkvæmdasjóð ferðamannastaða þar sem þá hægt að sækja til að byggja upp og hugsanlega jafnvel reka ferðamannastaði. Þetta getur skilað miðað við spár 2,5–3 milljörðum alveg á næstu árum og á hverju ári og það auðvitað dropi í hafið svo upphæð en það gárar vatnið sýnilega, myndi ég segja. Og þetta bara fyrsta skrefið. Það ekki þar með sagt að þá teljum við að við séum bara vel haldin því að þessi tekjuskipting auðvitað mikið réttlætismál. Og sem dæmi það, eins og þið sjáið í þessari fjárfestingaráætlun, þá á 5 ára áætlun þá gert ráð fyrir fjárfestingum á 750 milljónir króna í salerni, almenningssalerni. Það sýnir bara stærðargráðuna. Þannig að þeir sem halda því fram að Reykjavík fái ekkert nema tekjur á öllum þessum ferðamönnum og fasteignagjöld á þessum hótelum og séu svo góðum málum að þetta allt fara út á land og við þurfum ekki að standa inn í fjárfestingu, það auðvitað kolrangt. Þetta hefur alveg gríðanlega kostnaði í för með sér. Þetta ágæta fólk sem að sækja okkur inn heim og ég vil bara taka fram, ég fagna auðvitað því að hingað vilji koma fólk og þetta gerir borgina skemmtilegri og betri og fjölbreyttari þjónustu og svona en það þarf að skipta tekjunum að þeim kannski aðeins jafnar. En við sjáum líka kannski á þessum tölum varðandi malbiksframkvæmdar að það ekki bara gríðarlega mikilvægt að hafa þessa vegi slétta, heldur gríðarlega mikilvægt umhverfismál og í raun og veru lýðheilsumál að gera fleirum kleift að stunda vistvænar samgöngur. Og það ekki bara þannig að einstaklingarnir græði heldur mikinn fjárhagslegan ávinning að ræða. Og við vinnum auðvitað áfram að gera hjólreiðastígaáætlunar og uppbyggingu almenningssamgangna og það rúmir 7 milljarðar á næstu 5 árum sem ætlaðir í þetta. Og við erum líka að sjá að borgarlína þá í mjög smáu mæli síðan, þá kemur hún inn í áætlun í fyrsta skipti og sú framkvæmd, hvort sem að hún verður nú á teinum eða gúmmidekkjum, að hún á eftir að verða auðvitað mjög sýnileg í fjárfestingaáætlun næstu ára en hún auðvitað væntanlega að spara okkur mikið fé til langs tíma og ég held að það sé í raun og veru allir sammála því að það sé mjög mikilvægt að vanrækja ekki innviðauppbygginguna
En forgangsröðunin auðvitað ekkert síður mikilvæg og við sem erum að skipuleggja hana, við verðum að gera það þannig að hún nýtist fólki sem best og leiði til fjölbreyttra möguleika þegar það kemur til dæmis að samgöngum, auki lýðheilsu og gerir lífið í borginni betra. Og ég held að sé bara þannig að dagar svona stórkallalegra samgöngumannvirkja sem að hafa þannig eina tilgang að greiða leið einkabíls á kostnað allra annarra samgöngumáta, ég held að þeir dagar séu bara liðnir. Og við eigum að stefna því að gera okkar umhverfi mannvænna og þannig að framtíðin verði björt og borgararnir glaðir. Og það er mjög mikilvægt að fjárfesting og stefna borgarna sé þannig að fólk hafi val mismunandi leið. Til dæmis auki val samgöngukosti til þess fallið að auka sjálfsábyrgð einstaklingana og gera í raun og veru kleift að taka miklu meiri samfélagslega ábyrgð og þannig hagnast allir. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega í fjárfestingu B-hlutafyrirtækjanna en ég hef áður nefnt þetta með fjárfestingu félagsbústaða. Bílastæðasjóður telst enn til B-hluta en við munum nú væntanlega breyta því, hvort sem að það verður svona hér snemma á næsta ári, þannig að við fellum hann inn í eignasjóðin. Þar verið að fjárfesta fyrir einhvern tæpan milljarð og Faxaflóahafnir eru náttúrulega alltaf í nokkuð stöðum fjárfestingum. Þetta 1,8 milljarðar á næsta ári. Orkuveitan eins og áður segir að fjárfesta fyrir 14 milljarða. Þar auðvitað uppsöfnuð fjárfestinga þörf og byggðasamlögin einnig slökkviliðið eins og borgarstjóri sýndi 700 milljónir og Sorpa auðvitað að fara í gaskerastöðuna. Það á tímabilinu sjást einir 3 milljarðar og svo strætó að kaupa vagna jafnt og þétt. En ég vil nú nota tækifærið og þakka hér starfsfólki Reykjavíkurborgar og B-hlutafyrirtækjanna kærlega fyrir sitt frábæra starf. Það hefur auðvitað þurft að taka vel á því síðustu ár, eða allt frá hruni, og það eru margir orðnir nokkuð móðir, en þó ekkert meira en það og það hefur tekist, starfsfólki hefur tekist að halda þjónustu borgarinnar gríðarlega góðri og vonandi sjáum við nú fram á svigrúm til þess að fara að gera enn betur. Ég vil þakka sviðsstjórum og skrifstofustjórum sérstaklega fyrir að halda vel utan um sitt starfsfólk og forstöðumönnum B-hlutafyrirtækjanna. Ég þakka þetta sérstaklega fjármálastjóra, Birgi Birni Sigurðarsyni og hans nánustu samstarfsmönnum, Halldóru Káradóttur og Einari, sem óþreytandi að vara okkur við hugsanlegum hættum framtíðar. Vil þakka þeim kærlega fyrir sitt ótrúlega mikilvæga starf og halda okkur við efnið og benda okkur á möguleika og leiða okkur svona í gegnum þetta. Ég vil líka þakka hér félögum mínum í borgarstjórn, öllum fyrir gott samstarf, ekki síst auðvitað félögum mínum í meirihlutanum sem að svona þéttara samstarf við þá eins og liggur í hlutarins eðli. Og svo auðvitað borgarbúum fyrir að vera bara svona frábærir og gera þessa borg svona góða og skemmtilega eins og hún er. Biðst nú afsökunar á að hafa ekki náð að nýta alla mína 2 tíma en reyni hugsanlega að bæta úr því að ári. Takk fyrir. Já, sérlega ánægilegt. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Minna meira. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn.
Ég ætla nú bara að byrja á því að þakka þeim sem hafa komið inn í pontu áður og farið yfir fjárhagsáætlun. Ég held að það sé bara búið að fara mjög vel yfir fjárhagsáætlunina og þess vegna ætla ég ekki að fara að hafa löng orð tölur í henni. En það aftur á móti nokkru hlutir sem að mig langar að ræða hér sem að hafa komið upp í umræðum þeirra oddvita sem að hér hafa mælt í dag. Nú, fyrsta lagi þá það hefðin. Það sem hefð hérna fyrir þessari oddvita umræðu að það kom enginn upp í andsvör og það kom enginn upp í athugasemdir við ræðu hvers og eins og þess vegna verður þetta svolítið svona eins og eintal okkar hér. Þannig að það þá bara að reyna að virða þessar hefðir sem hér eru. Þrátt fyrir að ég telja að við þyrftum kannski að skoða það að umræðan til þess að við hinn týnust ekki hreinlega í þessari einræðu sem hér á sér stað, að þá heldur það mann oft við efnið að koma strax upp í athugasemdir og koma strax upp með fyrirspurnir. Í umræðu borgarstjóra þá komu fram nokkrar spurningar sem að mig langar að spyrja hann út í og ég ætlast þá bara hreinlega til að þeim verið svara þegar við förum í framhaldsumræðu þetta og ég mun senda honum tölvupóst með þeim. En fyrsta lagi sem sagt að það talað þessa fjárhagsáætlun sem nú liggur fyrir. Að það sé hægt að leggja hana fram svona góða og fallega. Það nú slokknar tölvan hérna. Án þess að hækka skatta. Og ég óskar hreinlega eftir svari frá borgarstjóra til það til hvaða skatta hann sé að vísa sem hann hefði ætlað að hækka ef að það ætti að vera forsenda fyrir því að fjárhagsáætlunin liti svona vel út. Það talað í áætlunin hjá okkur að á næsta ári sé uppbygging nýrra búsetuúrræða sem að brýn þörf er á. Og ég myndi vilja sjá sundurliðun á þessum bústaúrræðum og hver þau eru. Við hjá Framsókn og flugvallavinum höfum frá því að við tókum sæti í borgarstjórn sent ítrekaðar fyrirspurnir og fengið svar við þeim í borgarráði hvernig fjölgun húsnæðis hjá félagsbústöðum hefur verið, bæði eftir mánuðum og síðan á ári. Þannig að ég held nú reyndar að í svari borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar þeirri spurningu sem hann lagði fram að þá sé þetta nú allt saman til. En við höfum einnig verið mjög duglega að spyrja hver staðan sé á lóðareign. Hvaða lóðir Reykjavíkurborg á? Og í inngangi að fjárhagsáætluninni talar borgarstjóri að það sé ljóst að úthlutun lóða verði umtalsverð í borginni árið 2017. Og ég myndi þá vilja fá yfirlit yfir þær hvaða lóðir það sem borgarstjóri hyggst úthluta á árinu 2017 og hvaða tekjum þær eru þá að skila í kassan. Það var talað þá bæði í ræðu borgarstjóra og borgarfulltrúa Björns Blöndals varðandi uppbyggingu Úlfarsárdals, þó með mismunandi hætti. Borgarstjóri talaði að kraftur verði byggingu nýs skóla í Úlfarsárdal. Og ég myndi gjarnan vilja fá svar við því frá borgarstjóra hvernig sá kraftur verður árið 2020. Hvaða fjármuni hann að fara að leggja í verkefni og hvernig framkvæmdaráætlunin vegna þess að við erum búin að vera að lenda í vandræðum með að halda áætlun varðandi Úlfarsárdalinn og ég veit að íbúar þar eru mjög óþreyjufullir og þeir eru mjög pirraðir þegar ljóst var að það hafði ekki verið rétt staða einhverjum ákveðnum útboðsmálum. Síðan kemur fram að það verið lokið við að byggja útisundlaugina við sundhöllina. Mér langar að spyrja borgarstjóra því hversu mikið sú framkvæmd fór fram úr fjárhagsáætlun.
Því mann þegar við tókum hana til afgreiðslu í borgaráði og samþykktum heimild til þess að fara af stað, þá var tékkinn ansi opinn og það bókuðum við Framsókn og flugvallavinir. Þá óskum við einnig eftir upplýsingu hver var lokatalan við endurgerð Grensásvegar og við óskum eftir sundurliðun á kostnaði sem nýttur verður í uppbyggingu hjólastígsnets á árinu 2017 og hvaða leiðir verið að ræða og sama sem verið að ræða uppbyggingu útivistarsvæða. Við óskum eftir svari við því hvenær Reykjavíkurborg ætli sér að lækka fasteignagjöld á einstaklinga í borginni, þar sem það ljóst að þær miklu hækkanir sem hafa orðið á fasteignamati leiða sjálfkrafa til hækkana á fasteignasköttum, þar sem þetta ákveðið hlutfall. Við höfum það einmitt í hend okkar líka að breyta því hlutfalli. Nú síðan það þannig að við hjá Framsókn og flugvallavinum teljum að það sé vanáætluð verulega þörfin á húsaleigubótum og sérstökum húsaleigubótum sem gert ráð fyrir fjárhagsáætluninni þegar tekið tillit til þess að í forsendum hjá félagsbústöðum talað að á áramótin 2016-17 þá þurfi að hækka leiguna 6–7%. Og þetta náttúrulega sá hópur okkar þegna sem að hefur það hvað erfiðast sem að fær húsnæði úthlutað hjá félagsbústöðum og það alveg ljóst að ef að sú hækkun á að ganga í gegn, sem hún gengur í gegn, þannig að það misræmi þar í verðlagningu á eignum, þá það mismunandi vegna þess að þær hafi verið miðað við kaupverð. Leigan hefur ákveðið þessu hlutfall út á kaupverði en þá erum við það að við erum með íbúð að keypta kannski 1995 í sama stigagangi og síðan núna 15 ára seinna og í sömu blokk, sambærilegar eignir en mjög mismunandi leiga. Þannig að stefnan sú að þetta verður allt miðað við fasteignamat og þess vegna verða verulegar hækkanir hjá sumum og minni hjá öðrum og við þurfum að skoða þetta. Mér finnst, ég ætla líka að þakka öllum fyrir sem hafa unnið þessari fjárhagsáætlun. Ég veit að þetta gríðarlega mikil vinna. Það alltaf einhvern veginn jafn sárt að hafa lagt fram fína fjárhagsáætlun núna í nóvember, desember og síðan við alltaf að fá ársuppgjörin sem bara allt öðruvísi. Það brostnar forsendur í svo mörgu af þessu. Og ég ekki að segja það að fólk vandi sig ekki. En það náttúrulega verður að skila fjárhagsáætlun, það samkvæmt lögum, gott og vel. Þar við að forgangsraða verkefnum og reyna að vinna að tekjumódeli. En einhver hluta vegna hefur það reynst núverandi meirihluta frekar erfitt að standa við þessar fjárhagsáætlanir. Það áhugavert að í inngangi með greinagerð að þá raunverulega tekið fram alveg skýrt og skorinort að þökk sé öruggri efnahagsstjórn og þá bara fráfarandi ríkisstjórnar. Þá það þannig að íslenskt hagkerfi það býr núna við hagstæð ytri skilyrði þar sem hagvöxtur hefur verið myndarlegur, atvinnuleysi minnkað umtalsvert, ráðstöfunartekjur heimilanna aukist eftir mikla kjarasamningshækkanir og á sama tíma hefur krónan styrkst talsvert gagnvart öllum helstu gjaldmiðlum og átt þátt í að halda verðbólgu niðri. Þetta raunverulega það sem skapar okkur forsendur í borgarstjórn til þess að setja fram þessa fjárhagsáætlun sem að mörgu leyti nokkuð góð. En ég get ekki alls kostar tekið undir þegar við förum að tala forgangsröðun í fjárfestingu. Og sú dökka mynd sem meirihlutanum tamt að draga upp á Úlfarsárdal. Þar var talað fjárfestingu í innviðum upp á 14 milljarða og síðan tekjur upp á 8 milljarða. Það raunverulega bara verið að horfa á tekjur af byggingarrétti.
Þarna gleymist náttúrulega að horfa að við hefðum náttúrulega í hend okkur og höfum það enn að auka enn frekar og breyta skipulagi þarna upp frá til þess að auka enn frekar lóðir og auka enn frekar sölu og fá þar af leiðandi fleiri milljarðar í kassan til þess að standa undir þeirri innviðuppbyggingu sem þar á sér stað. Nú síðan borgar þarna fólki sem þarna flyst sem að ella hefði flust úr Reykjavík heldur áfram að borga útsvarið í borginni. Og jú, það eru borgaðar fasteignaskattar. Þannig að ég svona leyfi mér að efast að þessu svona einfalda mynd sem að bara svona Úlfarsárdalur verður bara byrði á Reykjavíkurborg á meðan að Vogahverfi það verður svo mikið snilda því þar verða innviðagjöld að það sé eitthvað svona rétt skilaboð. En við verðum aftur á móti að hugsa okkar gang þegar við erum að fara í fjárfestingu. Og það að vera að byggja skóla og leikskóla eftir hönnunarsamkeppni með dýrum arkitektabyggingum náttúrulega algjörlega óforsvaranlegt. Burtséð frá því hvort að kassanar okkur verður fullir af seðlum eða ekki. Þetta eru sameiginlegir sjóðir okkar sem okkur ber að fara vel með. Stundum mikið og stundum lítið. Okkur ber alltaf að fara vel með peningana, hvort sem það eru miklu peningar í kassanum eða litlir. Og það er alveg ljóst að Reykjavíkurborg þarf að fara í innviðuppbyggingu í Vogahverfi líka. Og hvað ætlum við að gera þar? Ég hef enga minnumáttarkennd að einhver danskur rithöfundur hafi komið inn og sagt að borgin væri ljót. Ég elska hana bara svolítið eins og hún með þeim göllum og kostum sem á henni eru og kannski get alltaf sammála allt sem framfer en manni þykir vænt borgina sína. Álit einhvers rithöfundar skiptir með engu máli. Mér líður ekkert betur þó ég sem einhvern rosalega flottan skóla í hverfinu mínu. Það skiptir miklu meira máli að börnunum líður vel og það sé góð kennsla og fólk sé stolt af því starfi sem þar fer fram. Yfirbyggingin bara skilin sem ég veit oft ekki alveg af hverju hún sett fram og fyrir hverja. Ég ætla samt sem ára og ég ætla að taka undir með borgarfulltrúi Birni Blöndal þegar hann var að tala uppbyggingu sem skólalóðir því nú það í fjárhagsáætlun einmitt að við ætlum að taka skólalóðir í gegn. Og að teppalegja þær allar og malbygga og hafa þær bara sem ónáttúrulegastar. Ég held að enginn okkar hafi þurft að hafa einhver áhyggjur af því þó að hafi verið grasflöt á skólalóðinni hjá okkur eða buxurnar hafi drullast út eða einhver hafi verið að klifra yfir girðingar og annað slíkt. En það ekki hægt að hugsa fyrir öllu. En ég ætlaði, það margt sem ófyrirséð við þegar kemur að gerð fjárhagsáætlana. Og það hefur sýnt sig vegna þess að við leggjum alltaf fram rosalega fína fjárhagsáætlun og allir búin að vinna henni en svo bara gengur ekkert eftir. Sala á lóðum gengur ekki eftir, þétting byggðar gengur ekki eftir, það gengur ekki eftir að byggja hratt íbúðir eins og ætlað að byggja. En ég ætla, eins og allir hinn og oddvitarnir, að ræða það að ég ætla að ræða kjararáð. Ég ætla bara að taka mér þá stöðu inni. Þess að þegar fundur byrjaði í morgun, þá ætlaði ég að leggja til, ætlaði að koma tillögu inn, sem væri þess efnis að forsætisnefnd yrði falið að gera breytingar á 3. grein samþykkta okkar kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa. Borgarstjóri var reyndar búinn að slá sér upp í blöðunum í morgun og koma með einhliða ákvörðun þvert á stjórnsýslureglur
þvert á málsmeðferðarreglu stjórnsýslulagana og að taka sér með bara, ég vil meina bara einræðis tilburðum að segja það að hann hafi lýst því yfir við skrifstofu, hvað var það, borgarstjórnar að þessar hækkanir myndi ekki ná við borgarfulltrúa. Það náttúrulega bara ekki hægt, því það forsætisnefnd sem ákveður það en ekki borgarstjóri. Þess vegna ætla ég að gefa henni séns að taka hann úr snörunni og koma fram með þessa tillögu. En ég ætla bara að leyfa honum að hanga í snörunni. Af því þetta ekkert annað heldur en valdníðsla og slá sér upp til popúlisma. Og ég bara trúi ekki að við séum ætlum að henda boltanum til Alþingis sem ekki starfandi og gefa þeim eitthvað færi á að leiðrétta þessa hluti þegar við höfum það í hönd okkur og getum kallað til fundi í forsætisnefnd strax. Til þess að bara að lækka hlutfallið á meðan þetta vegna þetta verður ekki afturvirkt. Afturvirkni laga líka bönnuð samkvæmt stjórnarskránni. En ég samt mjög ánægð að allir þeir oddvitar sem hafa komið inn upp í dag hafa lýst yfir að þeir séu nokkru leið, þeir séu sammála það að þessar hækkanir séu algjörlega úr takti. Og við ætlum að sýna gott fordæmi, þó svo ég sé þannig að ég vil ekki bíða eftir henni, ég vil bara hlutinni gerist. Við erum til að taka ákvörðun, við getum gert og við erum bara að gera það. En við ætlum að leyfa borgarstjóra að eiga sviðið í þessu. Það sem hann skorar á nýkjörna fulltrúa á Alþingi, sem við samt ekki ennþá búið að kalla saman, að bregðast við. En við í Framsókn og flugvallavinum höfum boðað fundi með skrifstofu með fjármálastjóra og starfsmannastjóra til þess að fara yfir þær tillögur sem okkur langar að koma með til breytinga á fjárhagsáætluninni. Vegna þess að betur má duga skal. Og það alveg ljóst að við þurfum að forgangsraða og við þurfum það þarf að gera pólitískar, það þarf að vera til staðar kjarkur og vilji til þess að gera pólitískar breytingar til þess að ráðstafa fjármununum, og nú til að ráðstafa fjármununum, ekki fjárfestingunum, fjármununum til þess hóps hjá okkur sem að minnst má sín. Og þá ég að tala skjólstæðinga velferðarsviðs, númer 1, 2 og 3. Við þurfum líka, þó svo að meirihlutinn hafi brugðist við brýnum áskorunum á skóla og frístundasviði núna í haust og tekið þær myndarlega á málunum, það þurfum við að gera enn betur og það verður ekki gert nema með niðurskurði. Það að segja, það verður ekki gert nema að það verði einhverja uppsagnir í borgarkerfinu. Það verði einhverja sameiningar og samlegðaráhrif. Það sést kannski vel í Uskinu, það var nefnilega farið í ákveðna kerfisbreytingar í umhverfis- og skipulagsráði á fyrra kjörtímabili. Og mér sýnist á öllu að þar hafi hlutinir gengið hraðar fyrir sig og það sé búið að spara töluvert og það sé meiri hagræðing heldur en að sjá má á öðrum sviðum. Við erum með togstreitu á milli sviða. Erum með togstreitu frístundaksturinn á milli skóla- og frístundaráðs og íþrótta- og tómstundaráðs og við erum með togstreitu á einhverju leyti á milli velferðarsviðs eða velferðarráðs og mannréttindaráðs sem að í flestum öðrum sveitarfélögum vinna saman. Þannig að það svo mörgu að taka hjá okkur þegar kemur að því hvar pólitísku vilji okkar sé. Og við getum ekki bara haft bara nefndir og ráð í flokki 1 og 2 til þess að allir fulltrúar minnihlutans fái formennsku og einhver álög á launin hjá sér. Það alltaf bara gengur ekki að það sé stjórntækið. Og
Nú kunni andstæðingar minni að segja, já, hvað akkur er þetta að segja þetta er ekkert svona, en ég meina við sáum það, ég meina við færðum, þú veist, stjórnkerfisráð, þú veist, úr flokki 4 í flokki 2 hérna, flokk 2 bara leið og við komum upp. Leið og nýr meirihluti tók við. Við stöndum einmitt frammi fyrir því líka að vera að fara í umræðu fjármálunum. Við erum ekki með formann mannréttindaráðs hérna í umræðinu, við erum ekki með formann velferðarráðs, einmitt vegna þess að það verið að búa til formennsku fyrir alla í minnihlutanum með því að vera með þessi stóru ráð. Og það alveg ljóst að tíminn var reyndar í fyrra, hann líka núna til þess að skera niður og til þess að sameina. Vegna þess að atvinnuleysi hefur ekki mælst minna í borginni í herrans tíð. Staðan þannig nú að það eiginlega allir sem að vilja vinna sem geta fengið vinnu. Það það mikil eftirspurn eftir starfsfólki að við í sveitarfélaginu höfum forsendur til þess að draga saman. Til þess einmitt að þegar kreppir að skóinn aftur, því að það gerist að það kom alltaf sveiflur upp og niður, sama hversu ábyrgt og vel stjórnað að þá getum við ráðið fólk aftur í vinnu því að við verðum vonandi komin með einhverja varasjóði. En það gerum við ekki nema að stefna pólitískt saman að því. En ég ætla ekki að hafa þessa tölu lengri, það að svo mörgu að taka, það að svo mörgu að vinna. Meginmálið liggur hérna alveg ljóst fyrir. Við verðum að einhverju leyti sammála við heldum verðum sammála svona meginstefnuna, en við verðum samt ekki sammála allt. Og þar tökumst við á og höldum áfram að gera það. En öðru leyti þá þakka ég fyrir mig og hlakka til umræðu í framhaldsumræðunni í desember og þau svörum sem ég fæ vonandi frá borgarstjóra við þeim fyrirspurnum sem ég lagði frá. Takk. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir loki máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næst á mælendaskrá. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Svona listræn þögn. Heyrðu, ég ætla ekki svo sem að hafa mörg orð í þessari fyrri umræðum fjárhagsáætlunina sem við nú leggjum fram. En ég tek undir það sem hefur komið fram í ræðu borgarstjóra og formanns borgarráðs að nú horfir svo sannarlega til betri vegar og að viðsnúningurinn sem við sjáum vegna samstilltra aðhaldsaðgerða og ráðdeilda starfsfólks borgarinnar og þrotlausrar vinnu við það að láta hlutina ganga upp. Það hefur ekki verið auðvelt en það hefur skilað þeim árangri sem við sjáum í dag og því ber að þakka. Það alltaf sársaukafullt að þurfa að skera niður og sér í lagi í þeim málaflokkum sem mér finnast skipta mestu máli, velferðarmálin og skólamálin, menntamálin. Og ég ætla ekkert að draga fjöður yfir það að við sem samfélag eigum að fjárfesta meira í menntun. Við eigum að hafa metnað til að búa til menntakerfi sem rúmar okkur öll og ýtir undir sköpun og fróðleiksþorsta, menntaumhverfi barna sem byggir á fagþekkingu, ástríðu og hugviti. Og slíkt menntakerfi á að standa öllum til boða, óháð fjárhag eða stöðu eða uppruna eða einhvers annars sem kann að hafa áhrif. Við slíkt menntakerfi þurfa stjórnvöld að styðja og það sama gildir velferðarþjónustuna og þá velferðarþjónustu sem við veitum. Og auðvitað er ég að tala hérna menntakerfi sem við sem sveitarfélag höldum utanum. Við eigum ekki að skammta úr kröftum hnefa þegar það kemur að þessum tveimur málaflokkum. Og þetta eru forgangsmálin okkar, en það auðvitað líka forgangsmál að búa til heilnæmt og fallegt umhverfi sem öruggt, ómengað og laust við ofbeldi og þar sem fólk getur haft áhrif á mál sem það snertir. Og við þurfum líka náttúrulega að komast til leiða okkar án þess að vera föst í einkabílnum. Og það eru líka verkefni sveitarfélaga og að þeim þurfum við að hlúa. Forseti, það nefnilega þannig að verkefni sveitarfélaga
fjölgar í takt við ýmiss konar framþróun, vitundarvakningu og fólksfjölgun og uppbyggingu. En auðvitað líka í takt við aukinn fjölda ferðamanna til landsins. Og það eru gerða meiri kröfu til okkar. Og sér í lagi þá kannski Reykjavíkur sem höfuðborg Íslands. Það sést líka á rekstri annarra sveitarfélaga að tekjustofnar þeirra eru ófullnægjandi miðað við þau verkefni sem þeim ætlað að sinna. Og í því ljósi þá þurfum við kannski að skoða tekjustofna sveitarfélaga. Tekjustofna sveitarfélaga eru fasteignaskattur og framlög úr jöfnunarsjóði og útsvar. Og síðan geta þau lagt á gjöld eins og lög mæla fyrir. Og það langar mig að ræða hér í dag. Tekjustofnana og þær breytingar sem við þurfum að gera á þeim eða til hvaða ráða við getum gripið til að fjölga þeim. Og mikið hefur verið fjallað gistináttagjaldið og ég ætla svo sem ekki að dvelja við það en ég lýsi velþóknun minni á þeirri breytingu ef af henni verður. Það munar heldur betur þetta. Eins mætti hugsa sér að hægt væri að auka tekjur af sorphirðu og bílastæðugjöldum. Fyrirgefið. Já, það munar heldur betur það og fyrir innviða uppbyggingu sveitarfélaga. Já, en fyrir hendi eru ýmsir tekjustofnar, suma þeirra hafa sveitarfélag töluvert sjálfdæmi en aðra gilda strangar lagareglur. Þá til þess við sorphirðu og bílastæðugjöld og núna ekki leyfilegt lögum samkvæmt að hagnast á sorphirðu. En hvernig eigum við þá að greiða fyrir aukinni framþróun þjónustu og endurvinnslu í úrgangsmálum ef hún á bara að standa undir sér? Og hvers vegna ekki hægt að greiða úr bílastæðasjóði lögum samkvæmt? Getur ekki verið að lög sem setja þessar takmarkanir á sveitarfélög, byggja úreltum viðhorfum og að nauðsynlegt sé að breyta lagaumgjörðinni? Þetta þarf að skoða og það Alþingi sem þarf að breyta lögum ef þetta á að ganga eftir. Við þurfum umræðu þessi mál á sveitarstjórnarstiginu og á Alþingi. Ég engin sérstakur skattpíningar sinni nema síður sé, en ég hef auðvitað hugmyndir eins og flest okkar hvernig skattfé okkar borgarbúa á að vera varið. Núna til dæmis eru langflest sveitarfélög með útsvari sitt í leyfilegu hámarki, en hámarksútsvar stendur nú í 14,52% fyrir utan Reykjanesbæ sem með útsvari sitt í 15,05%. Og lágmarksútsvar sem sveitarfélög innheimta í dag 12,44%. Flest sveitarfélög eru með hámarksútsvar eða 56 talsins og útsvar 14 sveitarfélag á bilinu 13,14% til 14,48%. Og síðan eru 3 sveitarfélög með lágmarksútsvar. Miðað við fjárhagsáætlun Reykjavíkur sem við leggjum nú fram kannski engin þörf á því að hækka útsvarið, en við verðum að hugsa þetta í stærra samhengi. Á undanförnum árum hefur fjárhagur ríkisins vænkað samfara betra árferði í efnahagslífinu. Án þess að sveitarfélög hafi notið góðs af. Hefur rekstur flestra sveitarfélaga þannig verið þungur og hafa sveitarstjórnarmenn flestra stærstu sveitarfélaga landsins haft áhyggjur af þróuninni. Og sú spurning vaknar hvort rangt sé gefið. Hvort ríkið taki ekki til sig meira en það þarf en banni sveitarfélögum að safna þeim skatttekjur sem nauðsynlegar eru til þess að tryggja góða þjónustu. Ég hygg að mörgum kynni að þykja það sársaukalaust ef ríkið gæfi eftir hluta af tekjuskattinu sem það innheimtir, þannig að sveitarfélögin geti hækkað útsvarið, hann verið sársökulaus leið fyrir landsmenn og þar með talið borgarbúa. Ágæti forseti, ég ætla ekki að lengja fundinn enda þetta bara fyrri umræða fjárhagsáætlunargerðina og seinni umræðan verður yfir lengri og ítarlegri. En það komið gott í bili, en ég vil ítreka þessi fjárhagsáætlun sem við leggjum fram núna fjárhagsáætlun fyrir fólk en ekki kerfi. Við erum á réttri leið. Þessi fjárhagsáætlun slær tóninn fyrir það sem koma skal, verkefnin sem við höfum hafið og stefnum á að klára. Þau gætu tekið tíma og við þurfum að vera þolinmóð og einbeitt, en við þurfum líka að halda vel á spöðunum.
Sumir góðir hlutir gerast nefnilega hægt þó þeir eigi ekki alltaf við, eins og til dæmis í réttindabaráttu kvenna. Þá eiga góðir hlutir að gerast strax. En já, til að draga saman þá mikilvægt að lækka gjöld sem snúa börnum og barnafjölskyldum og að lokum afnema gjaldskyldu í skólakerfinu. Það er líka mikilvægt að gera vel við þær starfsstéttir sem halda uppi mennta- og velferðarkerfinu, bæði með því að bæta starfskjör þeirra og starfsumhverfi. Að þessu erum við að vinna eins og fjölmörgum öðrum mannbætandi og samfélagslegum verkefnum sem gera borgina okkar góð og lífvænlega. Að lokum þá langar mig að þakka öllu því vinnusama fólki sem lagði hönd og plóg við fjárhagsáætlunargerðina, starfsfólki og sviðsstjórum, ráðum og nefndum og kjörnum fulltrúum. Öll viljum við það sama, að það sé best að búa í Reykjavík og að þangað höfum við alltaf stefnt og þangað stefnum við eins og þessi fjárhagsáætlun ber með sér. Vel gert hjá okkur. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Ég ætla að byrja eins og aðrir á því að þakka starfsfólki borgarinnar fyrir vel unnin störf við fjárhagsáætlunargerð og líka við sína vinnu við að ná tökum á rekstrinum og hagræða og passa það að við getum rekið okkur réttu megin við strikið. Aðalvinnan er að sjálfsögðu þar þó það séum við hér sem fulltrúar almennings sem að setjum grófu línunar og færum hluti til og tökumst á áherslur. Stóru línunar hafa nú verið raktar ágætlega hér og sem líður að kvöldmatarliti. Þannig að ég ætla nú ekki að orðlengja mjög mikið en þó eru nokkur atriði sem að mér finnst vert að nefna. Það er kannski í fyrsta lagi hversu ánægjulegt það er að þó að enn sé nóg vinna undan eftir að sjá loksins til lands og að, eins og ég segi, vinnan er að skila sér. Nú getum við hægt að hafa áhyggjur af því hvort að við rendum í afgangi að halla og farið frekar að huga því hvað við erum að nota peningana. Getum kannski verið aðeins meira skapandi af því að þetta ár til dæmis hefur einkennst að frekar stífu aðhaldi. Sjálfsögðu þarf að halda því áfram en nú myndast það aðeins meira svigrúm og kannski ekki síst til þess að huga að fjárfestingum sem að við sjáum fram á að geti orðið til hagræðis. Hér hefur verið nefnt rafræn þjónustumiðstöð sem er mjög ánægjulegt að sjá í fjárhagsáætluninni og það er líka ánægjulegt að allir í öllum flokkum voru sammála þetta áhersluatriði en það er það skynsamlegt. Þetta krefst ákveðnar en hógværar fjárfestingar næstu árin en eins og þetta er sett upp þá munu störf þessarar nýju stjórnsýslueiningar snúast að greina mjög ítarlega ferla bæði rafræna sem aðra og sérstaklega þessa rafrænu og sjá hvar sóknarfæri eru að bæta í auka skilvirkni og hagræði fyrir borgarbúa og líka innriðisþjónustuna hér. Við sjáum fyrir okkur að verkefni á borði og opnum gagna og alls konar önnur svona innrið þjónustukerfi þar geti fæst þarna undir. En svo margt fleira í gangi. Nú erum við að klára þjónustustefnu loksins fyrir borgina. Hún í fyrstu drögum og við höfum fengið umsagnir og við höfum klárað þetta í kringum eða kannski skömmu eftir áramót. Þetta er nokkuð sem hefur verið kallað mjög lengi eftir og hafa verið gerðar mjög margar atlögur í gegnum árin en aldrei náðst að klárast. Þetta er bara eitthvað sem að þurfti að ákveða að kýla á að klára. Ég held að þetta muni skipta meira máli en sumir hyggja svona
til hins lengri tíma og vera mikilvægur grunnur að áframhaldandi faglegri þróun á þjónustunni og styðja við aðrar nauðsynlegar breytingar eins og kerfisbreytingar á sviði þjónustu. Þá erum við að tala miðlægar skrifstofur, mögulega þjónustumiðstöðvarnar sem annað sem hefur lengi verið í deiglunni að breyta að einhverju leyti. Við fengum nú í stjórnkerfis- og lýðræðisráði kynningu á úttekt innri endurskoðunar á þjónustumiðstöðum og hverfisráðum. Þar var dregið dálítið upp svo mynd að þjónustumiðstöðvar í núverandi mynd hefði ekki alveg náð að markmiðin sem var lagt upp með þau á sínum tíma, 2005, hefði ekki alveg náðst. Að stórum hluta vegna þess að þær urðu aðeins minna en lagt var upp með. Eru núna eins og sést í hvaða þjónustur er að veita þarna og því hlutfalli fólks sem að sækir þær að þetta er mestmegnis velferðarstofnanir. Og hugmyndin getur þá verið að nýta þetta betur og láta þetta sinna fleiri verkefnum og að rafræna þjónustumiðstöðin geti tekið við því sem að þarna fer fram. Hvað varðar að fólk sæki og fylgist með stöðu mála og þurfi ekki að vera að mæta á staðinn til að afgreiða erindi sem að alveg hægt að gera auðveldlega heima hjá sér eða í símanum eða með allri þessari nútíma tækni. Þannig að það eru spennandi hlutir að gerast þarna en ég held að við þurfum að nýta tækifærið mjög vel sem að gefst núna. Það hefur verið í miklum greiningavinnum á sviði miðlægrar stjórnsýslu. Næst eru það skólanir og einmitt þjónustumiðstöðvarnar samhliða því sem að fara í gang núna, mjög ítarlegar fjárhagslegar og rekstrarlegar greiningar á því. Þannig að færið til breytinga eru núna þó að stundum þær gerist hægar en hennir óþolinmóðustu þar með tali ég sjálfur kannski sjá fyrir sér í upphafi. Þetta er náttúrulega bara að vinna og skila sér að lokum. En sem sé, og svo kannski er verst að impra á því að það sem að hefur verið í gangi hefur verið hagræðing á minna mikilvægri þjónustu í því skyni að styrkja grunnþjónustuna. Þetta sýna tölurnar. Við höfum hagrætt töluvert í miðlægri stjórnsýslu og stjórnsýslum úti á sviðum og held að allir sem að því komu geti verið mjög ánægðir með afraksturinn, kannski ekki síst af því að þetta tekur stundum á. Það kemur ekki alveg sársaukalaust en er uppi staðið held ég að við stöndum uppi með bætt kerfi, skilvirkara og sem er hægt að byggja meira ofan á í það oft sem að við viljum sjá. En aðeins varðandi stjórnkerfis- og lýðræðisráð og í hvaða flokki það er og svona álagsgreiðslur. Það var það nú þannig að stjórnkerfis- og lýðræðisráð var hækkað strax upp í flokk 1, fyrsta flokk í upphafi kjörtímabilsins. En svo þegar við sáum fram á strax áramótin 2014-15, nei fyrirgefið 15-16, þar á undan þá að við værum að fara út í miklar hagræðingar og það væri staðan væri þröng, þá ákvaðum við sjálf í ráðinu einróma að lækka niður í annan flokk. Mér þótti það sjálfum sanngjarnt og eðlilegt miðað við hvernig ég upplifði vinnuálagið þarna. Þetta sparaði fáeinar milljónir. En svo er kannski vert að taka fram að mínar álagsgreiðslur eru engan veginn háðar því að ég gegni formennsku í nokkru ráði. Sem að ég er líka formaður borgarstjórnarflokks og myndi þó ég væri ekki ráðsformaður fá 25% álag. Þetta má lesa í samþykkt kjör borgarfulltrúa, hvernig þetta allt saman teiknast upp. En auðvitað er þetta pínu flókið kerfi og kannski ógagnsætt á köflum, en
það er hægt að reikna sig í gegnum þetta. Já, ég held að það sé bara ekki fleira í bili. Við förum að sjálfsögðu ítarlegra í málinu í annar umferð. Takk fyrir. Þá hefur Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og umræðu telst lokið. Við leggjum fram fyrsta og annan lið dagskrár sem fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2017 til 2021 og með því fylgja eftirfarandi liðir frá fundi borgarráðs 28. október. Lagt er til að tillögu borgarstjóra gjaldskrár samanborið 4. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október síðastliðinn verði vísað til afgreiðslu á fundi borgarstjórnar þann 7. desember næstkomandi. Göngum við til atkvæða strax? Við göngum til atkvæða. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Vísa til seinni umræðu. Það telst samþykkt af öllum. Lagt er til að tillaga borgarstjóra lántöku vegna framkvæmda á árinu 2017 samanber 5. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október síðastliðinn verði samþykkt. Já, við ætlum að samþykkja hérna nokkra liði undir fundargerð borgarráðs frá 28. október 2016. Og það eru þessir eftirfarandi liðir sem við ætlum að samþykkja að vísa, nei við ætlum að samþykkja þá. Við ætlum að samþykkja þá og svo þið ætlið að sitja hjá. Á ég að endurtaka þetta? Á ekki að endurtaka þetta? Ég er líka að æfa mig í þessu. Ok. Lagt er til að tillögu borgarstjóra gjaldskrár samanber 4. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október síðastliðinn verði vísað til afgreiðslu á fundi borgarstjórnar þann 7. desember. Þarna erum við bara að leggja til að þessu verði vísað til afgreiðslu á fundi borgarstjórnar. Ok, það er allir samþykkið því. Gott. Þá leggjum við til að tillaga borgarstjóra lántökur vegna framkvæmda á árinu 2017 samanborið 5. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október síðastliðinn verði samþykkt. Þeir sem samþykkja það samþykkja líka. Það samþykkja 9 borgarfulltrúar og það eru... Er ykkur á móti? Nei, það er bara hjáseta. Lagt er til að tillaga borgarstjóra álagningarhlutfall útsvars samanber 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október verði samþykkt. Þeir sem samþykkja, gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, það telst samþykkt með 9 atkvæðum. Lagt er til að tillaga borgarstjóra álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðarleigu samanber 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október verði samþykkt. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera telst samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjársettur. Lagt er til að tillaga borgarstjóra gjalddaga og eindaga fasteignaskatta samanber 8. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október verði samþykkt. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Og þið ætlið að sitja hjá núna. Þið ætlið ekki að samþykkja þetta? Já. Við erum í atkvæðagreiðslu. Hér er upplausn, forseti ræður einhver. Ég fekk þess að tækifæri til þess að nota þessa, það var skemmtilegt. Þarna, ok, við snúum okkur aftur af afgreiðslunni. Lagt er til að tillaga borgarstjóra gjalddaga og eindaga fasteignaskatta samanber 8. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október verði samþykkt. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt einróma. Lagt er til að tillaga borgarstjóra viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts, elli- og örorkulífeyrisþega samanber 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október verði samþykkt. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Það telst einróma samþykkt.
og lagt til að frumvarpi að fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 ásamt greinargerð og starfsáætlunum verði vísað til síðari umræðu. Þeir sem samþykkja það gefur merki. Samþykkju það öll, það er samþykkt einróma og lagt til að frumvarpi að 5 ára áætlun fyrir árin 2017 til 2021 verði vísað til síðari umræðu. Þeir sem samþykkja það gefur merki, það telst einróma samþykkt. Þá legg ég fram undir 4. lið fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 14. október